the outsiders ravage our lands. What's to become of our world? I've been having dreams. This is an extermination. Dreams make good stories. Everything important happens when we're awake. This is only the beginning. Dune, komin í bíó. Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði með piparduftið, klálega uppáldum mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal Sweet Chili sem svartibókin. Það ekkert snakk sem toppar hann, að mínum mati. Þátturinn líka í boði Subway, bestu báturinn í bænum. Subway sér líka salat og vefjur. Uppáhaldsbátur mín á Subway, það kaldur BMT og ég kaup mér allavega alltaf 3 smákökur, þær eru það góðar. Og þátturinn líka í boði Sambíóana. Sambíóan reka 5 kvikmyndahús á Íslandi, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöll, það er uppáhaldsbíó mitt, ég fer oftast þangað, salur 1, það er ekkert sem toppar hann. Ég vil þakka þessu fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgið Bíóblari á Instagram, TikTok og Facebook og ef þið viljið styrkja Bíóblaður, verslið við þessi fyrirtæki sem styðja þáttinn. Hvað ætlar að gera, Óli, þegar Yu-Gi-Oh! Bólurinn eyðileggst? Það þarf ég að aflýsa næsta þetta. Þá getur ekki komið aftur sem gestur. Nei, þetta er orðið þekkt sem Yu-Gi-Oh! Bólurinn, eins og þegar ég sagði, ég glemdi bollanum mínum alltaf í Eyjum og ég lét mömmu vita að bollin var eftir, hún heyrir bólurinn og fer að leita að Yu-Gi-Oh! Bólum. Ég þurfti ekki einu að segja Yu-Gi-Oh! Bólurinn. En hún vissi að það er Yu-Gi-Oh! /Bíóblaðsbólur. Þetta er líka eina skipti sem ég er í þessum ból núna, hann er bara fyrir tilefnið, sko. Og bara taka það fram strax, fyrir þá sem er að horfa á hún það. Þú ert í hann, þó sem í ykkur peysu, þá ert í bólunum. Já. Það er staðfest. Það er staðfest, ég get sýnt þér það eftir. Eða bara hittna vel í kóðanum. Já, ég fer alltaf, þetta er lukkið sem ég mæti alltaf í Bíóblaður, sko, síðan fer ég alltaf svona gradually úr. En þú voru aðeins að segja um fræði, þú varst spottaður um daginn. Hvað gerist? Þetta er mjög skemmtilega að segja. Ég er náttúrulega fluttur til Reykjavíkur núna, sem þýðir að núna verð ég í svona öðrum hverjum þætti eða eitthvað. Þú voru alltaf í þáttunum verð. Og það sem gerist í sjónvarpssalnum í Herjólfi er að það er alltaf Friends í gangi. Þetta er regla sem er eldri en tíminn sjálfur. Ef þú ferð í sjónvarpssalinn í Herjólfi, þá er Friends í gangi. Og það var fótboltalið sitjandi með mér í salnum. Og þeir voru að drulla yfir Friends. Það var eitt sem sagði bara, hann meikar ekki Friends og Big Bang Theory. Hann nefndi sérstaklega þessa 2 þætti. Okay. Og það var eitt sem fór bara í einhverja vörð. Herru, Big Bang Theory eru geggjaði maður. Og sagði eitt þeirra, herru, þú þarft ekki heila frumum til að skilja brandarann að maður, sko. Og þá byrjaði ég bara að hlæja og ég byrjaði að glósa niður það sem þeir voru að segja. Mér fannst þetta alveg geðið fyndið. Og það var ekki fyrir en, sko, þessi sem var að venda Big Bang Theory, hann fór eitthvað út að bara fá sér loftið eitthvað og Friends var ennþá í gangi. Svo snúaði þessi við og bara svona, hei, hvert fór, ég man ekki alveg hvað hann hét, sko. Það var bara, hvert fór Maggi og það sagði eitt þeirra, já, ég held að Friends jó flókið fyrir hann. Og ég var að drekka Gatorade og ég tók næst í spitt ekki, bara, þú veist, og ég þurfti að spyrja, strákar, hvaða lið eru þið? Og þeirra, við erum HK. Og ég sagði, já, ég er að fara í podcast á miðvikudaginn og mér langar eiginlega að vitna í þetta, þannig ég vil ekki vera vitna í rangt lið. Og það er sérstakt shoutout á Kára í HK, svo sem sagði þarna að Friends er og flóki fyrir félaga sinn, mér fannst þetta ógeðslega myndið. En eftir að ég sagði þetta, þá sneri eitt þeirra sig við og bara svona, hei, já, shit, þú ert í Bíópodcastinu, eða ekki? Og ég sagði, jú, ég er stundum í Bíóblaður og eitt þeirra kom, byrju, hver er þetta, segirðu? Þetta er þarna Batman-sérsfræðingurinn. Það er mega hrós að vera titlaði Batman-sérfræðingur. Jöp. Ertu bara orðin bara celebrity bara út á það þá? Mér sýnist það, sko. Allan hjá ákveðnum fótboltaliðum. Já, svo var ég með eina sögu fyrir þig, svona áður við förum í topic þáttarins. Hvað er með það? Ok, þetta er gáfaðasti brandari sem ég hef einhvern tíma sagt og ég sagði hann bara uppátt við sjálf á mig og var enginn í kringum til að heyra hann. Ok, nú fá fleiri að heyra hann. Já, hefur einhvern tíma bara sagt svona quippað við sjálf á þig eða bara svona, þú veist, talað uppátt. Já, en þú veist, maður tala allt upp á, maður er að hugsa upp á. Já, það var svona... En já, maður er auðvitað gert það. Já, en sem sagt, ég var á hraðbrautinni, ég var á leiðinni niður í Skeifu eða eitthvað og
ég stoppa á rauðu ljósi og það er því miður leitt að segja, það var róni á miðjum veginum, miðjum veginum var labba á móti umferðinni og ég bara svona, what the fuck, þetta er Stórhættulega. Já, ég vissi ekkert hvað þetta gera, sko, ég horfði, en svo því meira sem ég horfði á hann, þá hann var að labba í áttina að bílnum mínum, hann var að labba í áttina að mér og ég var á rauðu ljósi og ég hugsaði, shit, hann er örugglega að fara að spyrja hvort ég les Sutter Kane eða eitthvað. Var það sem hugsaði þess? Já. En þú er kannski útskýrna brandar fyrir það sem að þekki ekki In the Mouth of Madness. Já, þetta er brandar fyrir hardcore horror-aðdæmandur. Þetta er úr hryllingsmyndinni, Lovecraftian hryllingsmyndin hans John Carpenters In the Mouth of Madness frá 1994. Það sem kemur heimilislaus maður og brýst inn á veitingastað og spyr aðalkarakterinn okkar hvort hann les Sutter Kane. Og þetta var það fyrsta sem ég hugsaði þegar gæðin var að koma í áttina á mér. Bara, shit, hann er að fara að spyrja hvort ég les Sutter Kane eða eitthvað. En það segir mér að þinn haus sést þú fullur af horror. Já, það vil enginn skoða hvað er inn í hausnum á mér, sko. Það er einhver hrærugrautur af einhver ógeð. Já, ég skrifa hrollvekjur. Ég þarf að vera pínu truflaður í hausnum. Ég veit það, en það er líka svo gaman. Við tókum saman, ég, þú og Máni, horror þátt. Og það var svolítið svona alliða. Við tölum alls konar Hammer, nútíma horror, alls konar dót. En í dag ætlum við að tala 80s horror. Já, að því það hefði ekki verið 10 myndir til að gera úr 90s horrorlista. Já, áður við förum í 80s dótið, þá er gaman aðeins að ræða við þess áratugi. Þegar þú hugsar gott horror, eða góðan horror, fer hausinn svolítið í 80s? Já, það fer í 80s, aðalega fyrir qualityð, en síðan myndi, ef ég þyrfti að nefna svona 3 áratugi, þá verða 30s, 60s og 80s. 30 ár, ekki 70s? Nei, því 70s kannski, en ég hugsa meira svona, ég náttúrulega hugsa meira 30s varðandi Universal skrimslun, svona uppbrunni. Já, old school. Og 60s, en það er náttúrulega bara því ég er hammerhaus. Ok, ég á ennþá eftir að sökka mér það. En þú gafst mér brjálæslega flott sett, ég ætla að taka allar röð. Geggjasett, sko. Og einhvern tímann tökum eitthvað svona hammer þá. Er það ekki must? Jú, ég held að það upp á djóki? Já, það væri ekki þáttur fyrir alla, en hann væri fyndinn. Já, þó þessi bara þáttur mjög á þig, þá vil ég samt gera það. Ok. Mánu mitt vildi gera hammer þátt, það myndist á það í Batman þættinum. Já, Mánu verið pott með okkur, ef við gerum hammer, þegar við gerum hammer. Þegar, það er ekki DF. Það er ekki DF. Ok, 80s. Þú kýst þann áratu frekar en 90s. Já, 90s er sko sorp áratugur. Fyrir horror. Fyrir horror, fyrir margt annað. Þú nefnilega, við vorum að tala saman á Facebook og máka hvað ætlum að gera. Þetta var þín hugmynd, 80s horror, stakst upp á því. Já. Þetta er þín hugmynd og ég hef saman verið, það er geggjað. Að ég elska margra 80s horrormyndir. Og ég fann að hugsa, shit, 90s, að ég er svo mikið 90s gæi þegar kemur á bíómyndum. Að ég var bara eitthvað, djúvillar horror lélur in the 90s. Það er bara... Er ekki örfár? Sitt eftir í hug? Jú, en þær urðu líka allar bara, þú veist, þær sem voru góðar voru þessar sem þorðuðu að gera meira eins og In the Mouth of Madness, en hún er ekki einu svona það skeri, hún er bara meira creepy og svona atmó og svona. Já. En svo kemur Wes Craven og hann ákveður að vera, ég ætla að vera aðeins of sniður og gera svona self-aware slashermynd og þá allt í hennu langaði öllum að gera það og þá fengum við Scream, I Know What You Did Last Summer, fengum allt þetta kjaft. Urban Legend. Já, I Know Who Killed Me, þú veist, veitu hvað með Lindsay Lohan. Það sem hún nefnir eitthvað trefóti eitthvað. Ég sá hann aldrei. Ekki gera það. Er það slasser? Já, mér minni það. Nú, ok. Ja, ég man það ekki. Þetta blandast allt í eitt. Það blandast allt í eitt. Akkur er svona mikil munur á 80s og 90s? Í samtöðu horror? Hvað gerðist? Var bara búið var bensilausir bara? Experimental. 80s er miklu meiri experimental áratugurum fyrir hrollvekjara því þá, þetta er líka síðasti verulega góði áratugun fyrir practical effects. Af því það 80s er practical effects extravaganza. Af því tölvubreddur voru byrjaðar að detta svolítið mikið inn, sérstaklega eftir Star Wars og mér finnst eins og the 80s var áratugun sem var að segja við ætlum ekki að nota neina fucking tölvur. Alveg við ætlum að sýna þeim af hverju við þurfum ekki að nota tölvur. Það færðu myndir eins og, þú veist, The Thing. Já. Sem er bara, og
alls konar öðru myndir. Ég var næstu búin að nefna hellingamyndum, en þær eru allar á listanum mínum. ekki nefna. Við veitum hvað það er að tala um. Já. Þetta var bara praktikal, þú varst með eitthvað animatronic dót, make-up, gerfiblóð. Það var svo skemmtilegt. Já, segja það sem vilt Friday the 13th myndunar, en örin í gegnum hálsinn, þetta er æðislegt special effect. Já, og það er ekki Kevin Bacon. Það liggur rúmunu þannig Já. Þetta er geggjað effekt. Ég hata Friday the 13th myndunar. Þess vegna kom ég í Camp Crystal leikból fyrir þjóli. Ég var með svona hot take daginn á Facebook. Það var, segðu eitthvað franchise sem mun pirra áhrifandahópinn og kommentum mitt var, það er ekki til góð Friday the 13th mynd. Og ég las það komment. Og ég var bara Óli, jú, fyrsta er skemmtileg. Það sem ég svo fyndið við fyrst er hún reynir að vera murder mystery, svona who done it, hver allir morðinginn sé, og séðan allt í nú randomli í þördaktinu, halló, ég er ungfrú Voorhees, karakter sem enginn hefur séð áður í myndinni. Hver allir morðinginn sé? Ok, ég er nefnilega hún á listanum mínum. Já, alltaf fólk hefur gaman að þessu og það er alveg ástæða fyrir, ég bara meiki ekki þessar myndir. En þú ert náttúrulega bara yfir höfuð ekkert mikið fyrir slass. Nei, þetta er ekki minn geiri, sko. Er það því þær eru alltaf, þetta er svo mikla formálmyndir? Gæti bara verið formálun og mér finnst þetta ekki búa til nóg mikið rúm til að búa til karaktera. Já, þetta er bara svona fórnarlömb. Já, af því, fyrir utan fyrstu að Nightmare on Elm Street myndina, getur þú nefnt með karakter úr einhverjum af hinum myndunum? Jú, Nancy sem kom síðan aftur í Vá! Nei, góðu punktur. Af því þetta er bara, ég held að Roger Ebert sagði þetta best, hann var að tala um Friday the 13th 5 eða eitthvað, það skiptir ekki máli hvort þessi karakter sem er gól í lífinu, hvort hann langar að þau eru með drauma, ertu í sambandi, líður þau vel í lífinu, það skiptir ekki máli, það er bara einhver gæi með hokkigum að fara að hakka því í sundur. En það er alltaf ég að horfa á þessu myndir. Skilur, það er ánægis ég fættur þessu. Já, eins og ég segi, ég er ekki að nokka á fólk sem hefur gaman að þessu, það er auðvitað eins og ég hef gaman að Hammer-myndum. Það er auðvitað fólk sem myndi sko lemja mig í klessu fyrir að segja að ég hati Friday the 13th, þannig að elska Hammer. Já. En sem þau eitt, fellur Halloween líka undir þannig hatt, að þú er ekki Friday, er það líka Halloween, er það líka Nightmare on Elm Street fyrir utan fyrstu? Fyrsta Halloween myndin er bara góð mynd, finnst mér. Finnst hún eldast vel? Ég get ekki sagt það. Nei, ég er sammálaður. Fyrir utan bara atriðin með Sam Loomis. Já. Hann er rosalur í þeirri mynd. Hann heldur þessari mynd alveg uppi, sko. Það fyrir að hann fekk ekki illt í bakið hvað hann kerjar hana, sko. En hún til dæmis, við erum kannski að tala um hana því hún er 78. En ég er stutt með hana. En það er svo stutt síðan ég sá hana. Ég hef ekki séð hana í mörg ár. Ég var síðan kærastinn fyrst skipti, ég aðeins nefndi í podcastinu. Og ég skammaðist mig. Af því við vorum að hita okkur upp. Ég skammaðist mig. Já, við vorum að hita okkur upp fyrir þessa nýju sem kom út fyrir 2 árum eða eitthvað. Og ég sagði kærastuna, herri, þú verður að sjá allavega fyrstu. Og hún var til í það. Okay. Og við horfum á hana og finnst það, mér leiði svo illa af því ég var bara þessi mynd. Ég virði hann alveg. Fyrir það sem hún er og það sem hún gerði fyrir sín tíma. Á sínum tíma. En hún er fucking leiðileg þessi mynd. Alveg, hún er með Donald Pleasence sem Sam Loomis, hann er æði og soundtrackið. Það er samt eitt sem ég skal gefa Halloween, hún er með eitt soldið sem eldist vel, en það er bara maður þarf að vera með sko háskerpugleru til að fylgjast með þessu. Hvað er það? Michael Myers er alltaf svona looming í bakgrunum einhver staðar. Ekki í öllum atriðum, en stundum er bara eitthvað atrið og hann er bara aðna. En það er svolítið skrítið þegar hann keyrir bíl. Já. Ég var búin að gleyma því. Hann keyrir bíl. Alveg, hvenær fekk hann bílpróf? Hann er búin að vera institution síðan hann var 6. Okkur kann hann að keyra. Já. Var bílinn sjálfskiptur, beinskiptur? Ég þarf svör. Við þurfum svör við Halloween. Það er náttúrulega ekki erfitt að keyra sjálfskiptan bíl, sko. En ef það var beinskiptur, þá eru komin út í allt annað problem hérna, sko. Já, hann læri það ekkert bara allt í nú leitni, sko. Það er enda verið svolítið fyndið ef hann hefði verið á beinskiptum og alltaf svona að drepa á honum. Dregur svolítið mikið úr honum sem einhver killer. En já, spurningin mín var, setur þetta bara mest allt undir sama flokk, eða finnst þið Friday bara langlíðlegasta? Ég set Friday þann undir þetta því mér finnst engin mynd í þeim franchise góð. Ekki einu sinni, sko Jason Lives hún er æðisleg fyrir það sem hún er, en mér finnst svo leiðilt að myndir eru pínur svona aðeins of self-aware, en svo hún byrjar á Jason lappa fram með myndalun og sker í hann eins og James Bond.
Veitu hvað, Jason Lives? Jason Lives, ég held að það sé mynd nummer 6 eða eitthvað. Já, svo Og marg. það er gæi sem er að grafa upp einhverja gröf og hann er að tala að það er alltaf verið að drepa eitthvað fólk og síðan stara hann bara í mynda og hann segir Some people have the strangest idea of entertainment. Og ég bara svona, fyrir hvert var þetta? Fyrir okkur. Já, en þetta er bara, eins og ég segi, það er ekkert pláss fyrir karaktera og neitt en það er bara líka, ég held að það séu 15 karakterar í Friday the 13th 5 eða eitthvað. Er það? Já, það voru gæði sem þetta Red Letter Media og þeir voru að tala um Friday the 13th myndar og það var einn gæði með svona chart til að reyna að muna hvaða karakter var í myndinni. Það var svona, þú veist, alveg, það var í þessu atriði þegar svo blankar hann svona, hann veit ekki hvað hann á að segja og gæðin lyftur upp charti. Já, þessi gæði, hann var í þessu. Þetta eru billjón manns og 12 aðeim degja. Þetta er svo mikið. En eins og bara Jason Voorhees sjálfur. Ekkert cool look við hann, ekkert svona, ekkert skemmtilegt. Ég hef gaman á lookinu en hvað er Jason Voorhees? Yfirnáttúrulega morðingi. Já, hann er líka, er hann ekki snákur eða eitthvað í einni myndinni? Já, Jason Goes to Hell. Jú, það sem hann, fer inn í líkamann á fólki og það breytist í hann og fær hockey-grímuna líka og ég er bara svona, hvað er ég að horfa á? En hann er hérna hjá okkur, á sjónvarpinu. Já, ég skal reynda að gefa hann það. Jason X er skemmtun. Hún er sorp, en hún er skemmtun. Geimmyndin. Já, þú veist, hvað voru þeir að hugsa? Af hverju var alltaf að vera að senda horror-karaktera í geiminn? Þeir sendu Pinhead líka. Já, þeir sendu Pinhead, þeir sendu Leprechaun í geiminn. Freddy Krueger fór aldrei út í geiminn sem betur fyrir. Já, hann fór aldrei út í geiminn. Sem er skrítið að því fá geimfara aldrei martraðir. Já, þú gæti leikið með það. Já. Klálega, alveg klálega. Ég væri til í að sjá það. En þá er ég líka að spyrja þig. Freddy vs. Jason. Það er ekkert gaman henni. Jú, hún er svolítið skemmtileg. Ég skal gefa það. Hún er svolítið skemmtileg. Hún er æði. En hún kannski telst, hún er svolítið fruðan kannski. Hún er ekki beint partur af sig. Þeir langaði að gera aðra. Þeir vildu gera Freddy vs. Jason vs. Ash. Og ég hef keypt miða strax. Já, þú þurfti að vera undan mér. Ég hef verið til í það. Ég hef farið á allar sýningarnar. Já, okkur gerður það ekki? Ég veit, þú veist að þeir eru búin að fara nógu langt. Af hverju ekki að fara aðeins lengra? Já, það er engin mörk, skilur við. Það er til teiknumyndasaga þetta. Já, ég hef ekkert lesið hana. Hefur eitthvað lesið hana, kynntir hana? Nei, sko, bara artworkið. Já, og glata. Eða töff. Þetta er bara nákvæmlega eins og myndin. Þetta er bara shameless. Bara cash grab, eitthvað. Bara svona smá skemmtun. Bara heilaleg skemmtun. Að því að Freddy vs. Jason, ég er ekki segið eitthvað að hágæða kvikmyndastöf. En ég maður fyrir svona í bíó. Varst það skemmtileg? Þetta er skemmtilegt, sko. Svo horfði ég á hana á DFD, varst það skemmtileg? Horfði ég á hana aftur á DFD, varst það skemmtileg? Sem er líka, það verður svolítið skemmtilegt þegar við förum út í listana, af því ég er ekki að ranka myndirnar yfir hversu góðar eru endilega. Það er bara þínar uppáhalds. Já, þetta er meira svona, það er myndan teira kannski hver nummer 7 og þú verður bara, finnst þú betri en nummer 8? Nei, en hún er þarna upp á skemmtanagildið. Já, en listin á verður þannig. Sumar eru bæði quality og skemmtanagildri og svo eru hinnar, þú veist alveg, setur þessi við þessa? Já, skemmtanagildi. Ég meina mynd sem kannski er mitt númer 5 eða eitthvað, sem er miklu betri mynd en kannski sem er númer 3 eða 4 hjá mér. Já. Og þetta er alveg betri mynd, en fyrir mér, þetta er mynd persónulisti. Og við erum sérst með, fyrir það sem er að hlusta núna, við erum með top 10, þínar uppáhalds 80s horrormyndir og svo hjá mér. En Friday the 13th, við skulum bara klára það, það er númer 10 hjá mér. Er það nummer 10? Já, þess vegna vildi ég tala um Jason. Núna veist þú hvernig, þegar ég var að drulla Friday the 13th, núna veist þú hvernig mér leið í þætti 100 þegar allir voru að drulla yfir The Last Jedi og ég satt hérna út í hotni og þú bara, já en þið líka við það núlega, það ekki? Oh my god, Hafsteinn, ekki skjóta svona á mig. Stillaður með veggi með þetta. Já. Ok, nei, við erum, sko, málega, við erum oft sammála, en við erum líka oft ósammála. Það er bara gaman og við erum ekkert að sannfæra hvernig annan um eitthvað. Ég er ekkert að segja því, Friday the 13th er geggjum mynd. En meira þess að jafnvel áður en ég vissi að þetta var nummer 10, þá sagði ég að ég er ekki að nokka fólk sem hefur gaman að þessu. Þetta er bara engan veginn fyrir mig. Algjörlega. Það sem ég hef gaman að, ég veit þetta eru formúlumyndir, það er kannski það sem ég fíla við svona slassamyndir. Já, kannski er stundin líka bara gaman að horfa á formúlumyndir og þú veist að þú ert ekki að fara, þú veist nákvæmlega hvað þú ert að fara að fá og þá getur bara aðeins að leyft þér að slappa af yfir því. Þú varst að lýsa nákvæmlega sem ég ætla að fara að segja. Og það er fyrir mér þetta stundum bara svona heilu skemmtun. Ég get svolítið svona kvílt hausinn minn, ég þarf ekki að pæla mikið í myndinni. Nei. Og ég er bara að sjá oftast eitthvað creative kills, eitthvað gæmi, eitthvað grímu og ég er bara gaman að því. En það er eitt sem við verðum að taka fram í samtöku við Friday og ég veit að þú veist þetta, það er ekki sem veit ekki,
en hún var alltaf bara búin til út af Halloween. Bara Halloween var vinsæl og við ætlum bara að gera okkar morðingi með grímur. Shameless. Þeir ætla að viðkjanna. Þeir maður eiga það. Já, þeir viðkjönda það. Finnst þér ekki líka magnað að Jason fær ekki hockey-grímuna fyrir inn í 3. myndinni? Jú, hann ekki með póka í 2. Jú, einhvern baunapóka eða eitthvað. Ég verð samt að segja, mér finnst það óþægilegra. Já, þegar hann er ekki með, þegar hann er með póka. Já, mér finnst það betra. Meira skeri. Já, því þú veist, hockey-gríma, En það var svo þetta er töff, en þetta er mér myndi finnast það óþægilegur gæði með póka á hausnum væri að koma með en gæði með hockey-grímu. Af því þegar ég sé gæði með hockey-grímu, ég hugsa Casey Jones úr Ninja Turtles. Sem er ekki skeri. Nei. En ok, og þið finnst pókagæðin, pókaútgáðan Jason flottri. Þú vilja að hann frekar bara með póka restina af myndunum? Nei, ekki restina af myndunum kannski, en þú veist, ef við erum að fara yfir myndir, þú veist, 1, 2 og 3 og svona, ef við förum bara frá 2 það erum með pókan og síðan 3 og út erum með grímuna hana, þá bara svona, mér fannst skemmtilegt að hockeygríma varði iconic og hún en mér fannst hann óhuglegri með pókan að þessar. En hefði hann bara verið með póka hausnum út alla myndinar, þá hefði þetta orðið kjánalegra. Ég held ég prefera þetta meira að því þetta er bara þetta eina skipti. Já, ég skilji. Svona eins og Batman Begins búningurinn og Dark Knight búningurinn. Við sjáum Dark Knight búningin meira. Já, ég skilji. En sástu, þeir gerðu, var þetta ekki bara svolítið svona reboot 2009? Jú, 2009. Sástu hana? Já. Fannst hún hræðileg? Hún er alltaf læg. Þú er svo greinlega ekki fan. Já, hún er alltaf læg. Mér fannst það skemmtileg. Já. Gæði sem léka, mér fannst hann góður, hann stór og mikill. Hver leika hann? Það er náttúrulega Biljón hans búin að leika hann gæða. Kane Hodder leika hann alltaf oftast. Já, hann leika hann alveg 4 sinnum eða eitthvað. Já, hann heiti Derek Mears sem leika hann í... Kane Hodder fekk líka ekki að leika hann í Freddy vs. Jason sem mér finnst bara synd og skömm. Já, þú hefur vel að hann hefði leikað hann í þeirri mynd. Já, ég meina þú ert búin að fá að leika hann oftast, af hverju færði þá ekki að leika hann í stærstu myndinni? En ég samt sko, þetta hljóma ekki að skrýta því að Jason er ekki karakter, bara gæi, þetta er bara stöndari. En Kane Hodder var svolítið svona short and stocky. Ég fíla frekar Jason sem svona hávaksin. Já, það er meira hætta í honum. Já, hann er svona stór og hávaksin. Hann alltaf framleiti, Michael Bay framleiti remakeið. Já. Og ég er pínur svona defender of Michael Bay, en það er fyrir seinni tíð. Það er spjall fyrir seinni tíð. Við tökum Michael Bay podcast ekkert sér. En það sem ég fílaði í þessu rebooti, mér finnst hún aðeins svo löng. Já. En það var flott kills í henni, mér finnst hún skemmtileg, nokkuð brandaragóðir, mér fannst hann ókveikjandi, Jason sjálfur. Já, það er eitthvað sem ég skal gefa þessum svona new wave þeir eru voru að endurgera gömlu hryllirfilmina, þeir endurgerðu Halloween og þeir endurgerðu Texas og svona. Þú náttúrulega jafnar ekki á við hversu ógeðsleg fyrsta Texas Chainsaw Massacre myndin er. Hún er, en það sem ég fílaði við Rob Zombie Halloween endurgerðina, hún er ekki góð. En hún sýndi aftur að Michael Myers karakterinn er hættulegur. Mike Myers, Austin Powers hérna. Ég fatti, ég skildi því, já. Að Michael Myers væri bara hættulegur og bara svona presence að því síðasta myndin sem hann hafi verið í, þá var Busta Rhymes á lumbra honum. Trick or treat, motherfucker! Hún var náttúrulega hræðileg. Með verri myndum sem ég á ævi minni síðan, sko. En ég mun alltaf verið að 7. myndina, ég held að það var 7. myndina. Hvað, H2O? H2O. Já, hún er æði. Það er líka svo svakaleg 90s Halloween mynd. Við varum svo mjög skemmtileg. Þannig að, já, Halloween, Michael Myers, Jason Voorhees. Mér finnst bara með þessi reboot sem þessi endurgerðir. Ég hataði Nightmare on Elm Street endurgerðina. Já, mér fannst það náttúrulega. Þér fannst það náttúrulega? Já, bara því þetta er náttúrulega bara beat for beat nánast sama á upprunalega myndin. En mér fannst Jackie Earle Haley æðislegur sem Freddy. Hann gerði Freddy creepy aftur. Hann var ekki teiknumyndafígúra. Og mér fannst hún gera interesting visuals varðandi þarna þegar þeir voru svona gátt ekki haldið sér vakandi og svona þeir voru í svona apoteki og þetta byrjaði að breytast í boilerherbyggið hans. Mér fannst það ógeðslega cool. En það er þú veist, hún var með nokkur svona cool visuals og Jackie Earle Haley var creepy sem Kruger, en þetta er ekki góð mynd. Nei. En ég hef séð hann alveg frekar oft þessa, ég veit ekki af hverju. Er það? Hún er guilty pleasure. Þú ert að viðurkenna það í þættunum að það er guilty pleasure. Þetta er guilty pleasure, ég viðurkenna. Ég séð hann oftar en ég ætti að hafa gert. Finnst þú betur en uppráða? Nei.
Já, Óli, ég var bara að testa þig. Ég þóla ekki hana. Mér veist vant alltaf svona sál í hana og ég var næst það er ekki oft sem ég næst í sopnar við bíómyndum. Ég var næst í að sopna í henni. Sem mjög ironic að því myndirnar eru að banna þær að sofa. Ég veit það. Ok, förum aðeins núna yfir listana betur. Ok. Friday the 13th, við bara byrjum þá mér. Hún númer 10 hjá mér. Við ekki vænt hana, þó hún ítla leikinn, astan á köflum, þó fíla ég hana. Ég elska endin á henni. Mér hefst það cool. Þannig kemur það úr vatninu. Það er svolítið rosalega out of left field, en þetta er cool. Þetta er cool. Þó þetta meikir hún ekkert sens. Engan. Samt cool. Ok, hvað er númer 10 af þér? Áður í fyrir númer 10, þá langar maður að minnast á mynd, ég ætla að reyna að hafa einn stutt og í mögulega get, en það var mynd sem var upprunalega langfyrst í 10. sætin í þurfti að taka hann af. Það er John Carpenter myndin Prince of Darkness. Ok. Hún er ekki góð. En hún var næstu í númer 10 út að það er eitt atriði eða svona sería af atriðum í gegnum myndina sem ég sá þegar ég var yngri að svona skoða hryllingsmyndina þess betur og þetta sat í mér mjög lengi. Það er This is not a dream atriðin. Ég hef ekki séð hann í 15 ár. Ok, myndin stoppar bara stundum og verður svona, þetta var mynd búin til að horfa á Vaff og S-tæki. Að því myndin stoppar síðan og breytist í svona scrambled Vaff og S footage, það sem það er svona gæja að tala um, this is not a dream, this is not a dream, eins og þetta horfa á eitthvað sem var bara tekið yfir spóluna og svona mynd af kirkjun og það er einhver gæji, svona skuggalur gæji standandi inn í kirkju. Þetta er rosalega óþægilegt og ég man þegar ég sá þetta, því ég sá hann á spólu, sko. Þannig ég var bara, að þetta er að fokka í þér á meðan þú ert að horfa á myndina. Þetta er bara John Carpenter að hrekkja þig. Það er þetta töff. Þannig að ég mælu bara með að horfa á þetta atrið á YouTube, sko, en það var ástæðan að þetta byrjaði í 10. sæti á mér, ég bara svona, svo þegar ég byrjaði svona aðeins að dabla yfir listan, bara svona, ég geti ekki sett hana á listan bara út af þessu eina atriði. Manstu hvernig hún kom út? Er þetta 87 eða? Hvað, hún kemur eftir The Thing. Já, þetta er eitthvað 87, einhver stað þar í kring. Einhver stað þar. En já, áður við förum í myndum og 10, þá var ég búin að segja að ég var með svo præs fyrir þig. Já. Getur nú alltaf gert 80s horror að það sem var dressed for the occasion. Herðu, þetta er bara legit peysa. Já, maður. Djúlega ánægð með þig. Óli kom fyrir það sem er að hlusta. Ég mæli með þig að horfa á þetta á YouTube. En fyrir ykkur sem er að hlusta. Óli kom í djúlega ferðar þetta vel. Óli kom í Freddy Krueger peysunni. Hún er líka rifin í tætlur og svona bruna för og þú verður að vera í henni bara restin af þetta. Já, ég var að fara að gera það, sko. En ég sé að þú ert í Yu-Gi-Oh! Bólnum. Innan þetta. Ég svík ekki lit. Þú ert komið hatt. Já, ég var næstu búin að gera það. Ekki áttu hatt, bara svipa á hann. Jú, en hann er óþægilegur. Ok, það er ekki virka. Nei, en peysan er nógu skemmtileg. Hún er geggjum, maður. Hvar finnst þessu peysu? Þetta var gjöf frá mömmu minni. Þetta er geggja. En förum betur út í mömmu mína og Nightmare on Elm Street þegar við förum í gegnum listan. Síðar, væntanlega einhver starf þínu lista. Ok, sorry, áður nú höldum áfram. Já. Já, það er eitt sem ég glemdi. Ég var alltaf í munna núna. Ég var að taka smá gískleik. Ok. Ég fæ giska hvað myndi nummer 1 í þér. Ok. Og þú fær að giska hvað mynd þú heldur síðan nummer 1 í mér. Ok. Og bara, þetta er eitt gisk. Þú eru að spoila svona langt fyrirfram. Mér langar svo að vita hvort ég veit það. Ok. Því málega, við verðum að giska núna, því annars fyrir þú gegnum alltaf listan og ég kannski heyri mitt að myndir ekki komin. Ok. Þá ætla líklega hún síðan nummer 1 í þér. Bara svona upp á djókið. Ok. Þetta er bara já og nei, spurning. Ok, til það. Og þú giskar síðan mér. Ok. Ég ætla að giska að þín uppáhalds 80s horrormynd sem nummer 1 hjá þér sé The Thing. Það er ekki rétt. Það er ekki hún? Nei. Ok, giskaði mér. Já, hvað er að controversial, sko. Ok, giskaði mér. The Thing. Djöfull! Það er rétt hjá þér, Óli. Anskotin. Ég þekki þú vel. Ok, Thingin er nummer 1 hjá mér. Förum aðeins nánar út í þetta bara. Hún hefði auðvitað getið verið nummer 1 hjá mér, en listi minn er vandlega valin. Ok. Herðu, hvað er þetta nummer 10? Þú valdir ekki Prince of Darkness. Já, mynd nummer 10 er mynd sem heitir Henry, Portrait of a Serial Killer. Já, ég sá hann ekki. Með Michael Rooker í aðalhlutverki. Þetta er serial killer mynd og þetta er byggt á alvöru manni, Henry Lee Lucas, minnum hann heitir. Og bara
hversu ógeðslegur hann í rauninu og Michael Rooker í þessu hlutverki æðislegur. Þessi mynd brútal og hún bara erfið að horfa á. Hún bara visceral og ógeðsleg og mamma mín sá hann í bíó þegar hún var yngri og hún þurfti að fara út úr bíósalum til að æla. Hann að íkja eða... Nei, hún gerði þetta í alvörunni. Mamma lígur ekki svona hluti, sko. Þú veist hann að æla út af myndinu? Henni fannst hún það ógeðsleg. Það atriða sem hann með svona nail gun, eða svona bor, og hann borar í hendin á gæja. Ói. Og þetta ógeðslegt. Ok, þá ég verði að spyrja þú tala mamma hérna þurfti að æla. Þegar maður hefur heyrt svona sögur, lesið svona sögur, eins og þegar Exorcist kom út, fólk hafa bara eitthvað að hlaupa út úr bíósalnum og þurfti að æla og eitthvað. Mér alltaf þótt þetta að vera svo svakalega íkt. Ég hef aldrei hort á bíómynd. Það sé ég bara svona, ég þarf að æla. Þannig að mín spurning til þín, númer 1, hefur þú ekki lent í? Ég hef kúast yfir atriði í bíómynd. Og var það hryllismynd? Getur þú sagt hvað er? Það var Takashi Miike myndin Audition. Já, þú kúaðist yfir henni. Það var bara þetta eina atrið þarna með, það var æla í atrið og ég bara svona, þetta ógeðslegt. Bara svona pínu lítið, bara svona. En þá var það að spyrja, ekki svolítið mikil munur á einmitt? Fólki í kringum einmitt 70s eða 80s versus kannski úlingar í dag eða yngra fólk í dag. Það búið að sjá svo marga myndir. Þetta er svo desensitized. Já, ég að segja það. Er það ekki bara þannig? Ég meina, fólk í dag ekkert æla myndum. Nei, mér er það svo mikil synd. Þú myndir vilja það, bara fara í bíó og æla? Ég vil fara á hryllingsmynd þar sem salurinn bara hlaupandi út og eitthvað og bara fólk að æla í poppókarna sína eitthvað. Heldur þess að hægt að búið þessu mynd í dag? Já, fer maður ekki bara inn á þarna Disturbing film Icebergin og með eitthvað pre-screening frá Bíóparadís eða eitthvað. Það er samt svindl. Ég að tala einhverja narrative mynd, það eitthvað saga og þetta alveg hryllsmynd. Þetta búið til þessu mynd í dag? Fólk ælir og hleypur út salnum og... Ég held ekki, ég held að síðast skipti sem ég heyrði af því gerast var á fyrstu Conjuring myndinni 2013. Að fólk að æla henni? Nei, ekki æla, bara einn gæði sem hljóp út úr salnum. En mér langar í svona visceral experience. Það gaman að fara á hryllingsmynd í bíó og fólk að vera hrætt og svona, en mér langar að sjá bara fólk verða óglatt. Ég veit ekki af hverju, en þetta bara svona, mér langar bara að geta sagt fólki þá sögu, bara ég fór á þessa mynd og fólk var að gubba. Hún það svakalega að fólk ældi. Mér finnst það bara geggjað, sko. En þannig að mín númer 10 er Henry Porter, þetta var serial killer. Ég þarf að tjekka á henni. Er þetta ekki svona fyrsta myndin af Rooker? Ég held að þetta var með hans fyrstu. Ef ekki fyrsta myndina sem lead actor. Já, sem gerði hann svona að eitthvað nafni. Jú. Hann er alltaf bara æði. Það var nefnt mamma, hún er ekki mikið fyrir Marvel myndunar, en ég fór á Guardians of the Galaxy 2 þegar ég og mamma vorum upp í bústað og ég spurði hana hvort hún vildi koma með mér. Hún hefur ekki séð myndunar, en henni er gaman að fara í bíó. Ég sagði að Rooker væri í myndinni og þá var hún game. Þannig að hún er Rooker-fan? Já, Yondu Danta maður. Ég meina, hann er æðislega leikari. Hann er það? En veistu hvað mynd ég tengi alltaf það? Nei, The Walking Dead þættir. Hvað? Já, nei, þetta er alveg, ég tengi með, þetta er mynd frá 93. Held ég 93, minni mig. Ok. Cliffhanger. Já, alveg rétt. Auðvitað tengir þú hann. Auðvitað tengir þú það. Ég er 90s action guy. Ég myndi aldrei tengja með það. Ég tengir Rooker alltaf. Það er svona sharp munurinn á mér og þér. Einhver segir Michael Rooker, ég kem, hann ógeðslegir aðmanningin og þú kemur, hann gæðin í Cliffhanger. Gæðin í Cliffhanger. Já, bara, Ok, Henry var nummer 10 hér. Ok, og ég ekki bara farið 9. Er þetta svona... Já, við skiptist á. Já, þannig skipt. Já, annars bara eitthvað, annars tekið ég allar þú allar þeirna, mér skemmt að skipta þessu. Yes. Ok, nummer 9 er mynd sem að mér fannst geggjuð. Það er bara svolítið síðan ég sá hana. Okay. Ég þarf að rifja henni upp, en hún situr alveg í mér. Það er nokkur atriði og það er með þetta cool svona creature design og svona spennandi dót. Hún er frá 1981. Heitir The Howling. Já, maður var alveg myndin. Búin að sjá hana? Já, en ég hef líka séð Howling 2. Ég sá aldrei framhaldsmyndar. Já, með henni Sybil Danning. Er hún í... Ég held hún sé í Howling 2. En hvernig fílar fyrstu? Það er bara... Ólandsjón sást hana? Já.
mjög langt. Það var bara svona þögn í podcastinu, því við erum bara svona hvorug síðan lengi. Já. En hún eftirmýlið mér út af sérstaklega varúlega hönnunni, af því ég er mikið fyrir varúlegamyndir. Ástæðan fyrir því að þú kannski ekki sammála, ástæðan ég kýs frekar Howling, heldur en American Werewolf in London. Varum þetta að hugsa það, sko. Það þær komið út til því sama ári. Já, svipum tíma. Já, hvort þið sama árið eða svipum tíma. Nei, jú, þetta 81. Er það ekki báður að Jú, ég held það. Já. Ástæðan ég kýs Howling, og kannski við styrta fála ástæða, ég aðeins talandi í podcastinu, ég þóla ekki varúlega svona 4 fótum. Áhugavert. Ég vil standi á 2. Það endar, ég skal gefa það er meira creepy. Er það ekki? Jú, svona eins og Harry Potter 3. Nákvæmlega. Það náttúrulega bara ógeðslegasti fucking varúlur í heimi. En hann svona svo ógeðslegri Howling. Já, ég var rosalega hræddur við varúlurinn í Harry Potter 3, sko. Aha. En ég náttúrulega, hún kemur 2005 eða eitthvað, þá var ég 9 ára eða eitthvað, fattaru. Þetta eiginlega svona mitt að fyrsta exposure við varúlf. Já. En hann var tölvugjörður í Harry Potter, held ég. Já. Boring. Það dreifur svolítið úr þessu. Það dreifur úr þessu. En 9 ára krakki tekur ekki strax eftir því. Nei, ég veit það. Ég alltaf, þegar ég er 9 ára, þá CGI-erinn ekkert komið almennilega. Nei. Þannig að, en já, mér finnst valurinn í Howling æðislegur. Hann er creepy, hann lengur svona löng eyru, stór eyru, hann er svo ógeðslegur einhvern útliti, þetta er praktikal, gæi ykkur búning og eitthvað. Ég elska þetta dót. Er það uppáhalds varúla designið þitt í The Howling? Já, ég held það. Líka þá uppáhalds varúla transformation sequence. Það er svo ógeðslegt í American Werewolf. Það er náttúrulega best í American Werewolf. Já, maður tekur það ekki frá þeim. Sko. Það er líka, var ekki Rick Baker sem gerir það? Jú. Já. Sko, kóngurinn. Já, ég tek það ekki af fyrir mynd. Ekki miskilja mig, mér finnst það góð mynd, en ég var alltaf tengt meira við Howling. Mér var svona aðeins meira nasty líka. Að það er alveg smá svona svartur húmor í American Werewolf. En í Howling var svona, hún meira mín. Veistu, ég held að ég hafi bara séð Howling 2, ég er ekki djókið þér. Já, þú kannski ekki séð fyrstu? Ég hef kannski ekki séð fyrstu. Ég þarf að rifja hennu upp. Veit ekki af hverju ég hef séð Howling 2 en ekki fyrstu. En ég held að hafa gert alveg 4 myndir. Það getur örugglega verið, ég man ekki af hverju ég sá Howling 2 til að byrja með. Nei, ég ætlaði að rifja upp Howling og ég ætlaði að leiða á iTunes. Já. Og það er rosa mikið úrról á iTunes að þú ætlaði að borga fyrir þessi myndir. Howling 1 er ekki til, en ég sá með Howling 2, 3 og 4 minnum mig. Hvað rugl er það? Okkur ekki orkina myndin til? Þetta er svo pirrandi, þetta er svona eins og þegar maður er að leita specific mynd á Netflix og bara framhaldsmyndar eru. En svo mér langaði að fara að horfa á Rogue Nation daginn, en þeir eru bara með fyrstu 3. Fáránlegt. Ég er bara svona, að því ég man hvað maður fannst að skrýta, að því síðast þegar ég var að leita Mission Impossible myndunum, þá voru þeir bara með 4, 5 og 6 á Netflix, en ekki fyrstu 3. Og núna eru þeir búin að skipta hringnum. Snúa, það snýst allt einhverja samninga og eitthvað kjaftaði. Og hvað verður næst? 1, 3 og 6 og síðan 2, 4 og 5, þetta fer í eitthvað svona... Þetta er óþolandi. Þetta er einhverja vitleysu. En svo Spider-Man 2 var lengi ekki á Netflix, en Spider-Man 1 og 3 og Amazing Spider-Man 1 og 2 voru. Og ég var svona, hvaðan það að velja nákvæmlega? Hver sér maður velja? Já, þetta er geðið skrítið. Hvaða psycho? Ok, Howling, höfum bara stutt hana, því ég þarf að reyna þessu upp og þú ert mögulega ekki búin að sjá hana. Nei. Ok, The Howling. Varla dót, elskir það. Hvað er myndin 9 af þér? Mynd númer 9 er önnur mynd sem tengist móður minni og það tengist Patreon sem ég er í. Það er að Nightmare on Elm Street. Hún er í 9. seti. Ok, hún er 9. og rankaði ekki herra? Nei. Ok, bara nei. Nei, sko, að því hún er alveg brauðtreðandi mynd að Nightmare on Elm Street. Að því þetta er slashermynd, en talandum að gera bara glænýtt og frumlegt approach á slasherun. Algjörlega. Þetta er ekki bara einhver boogeyman sem getur brotist inn til þín. Nei, hann brýst inn í heilan á þér, hann brýst inn í undirmeðunar hjá þér með á sefur. Og mér finnst það ógeðslega skemmtilegt, mér finnst hún ekki eldast það vel, en ég ber meiri virðingu fyrir henni. Mér þykir bara svo ógeðslega vænt um hana. Já, mér þykir líka mjög vænt um þessa mynd, sko. Ég meina, ég á peysuna. Peysuna. En, nei, bara ég ber svo mikla virðingu fyrir þessa mynda því hún er svo öðruvísi en slashermyndir. Þú veist, hún breytist náttúrulega í bara einhverja þvælu. Já, svona franchise. Já, þetta var bara bulla því þau bara gleymdu hvað þetta var í alvörunum. Fyrsta er samt að skera á köflum. Já, fyrsta er æðislega, sko, en hún er í 9. seti hjá mér bara því að mér finnst hún ekki eldast jafnvel, en eins og segi, ég ber nógu mikla virðingu fyrir henni og mér fannst rosalega gaman að setja 2 myndir efst sem eru báðar tengdar mömmu.
efst meðan neðst. Já, bara svona byrjandi á 10. Já, ég skilji. En það þegar mamma var rosalega hrædd við Freddy Krueger. Ég sagði þér þetta í langfyrsta þættinu mínum hérna, að þegar hún var yngri þá var hún í svona slumberparty með vinkonum sínum og frændi hennar mætti fyrir utan gluggan hefðum klæddur sem Freddy Krueger. Ó, ég var búin að gleyma þessu. Ég sagði það fyrst þættinum okkar. Já. Paldið það næst í ár síðan. Það brjálað. En já, Nightmare on Elm Street, hvernig finnst þér Heather Langenkamp vera? Mér finnst hún allt í lagi. Þetta náttúrulega besti leikarinn í þessari mynd var ferskasta andlitið og það var Johnny Depp. Hann er frábær í þessari mynd. Finnst þið Johnny Depp betur en Robert Englund sem Freddy? Nei, en þú veist, af krökkunum. Já, krökkunum, já. Þetta er náttúrulega introducing Johnny Depp. Já, algjörlega. En náttúrulega Robert Englund er æðislegur í þessari mynd. Finnst þér ekki líka magnað að í fyrstu myndinni þá heitir hann Fred. Hann er bara Fred Krueger í myndinni. Jú. Hann er með þess að kreditaður bara sem Fred Krueger. Það er rétt sér, ég var búin að gleyma því, það er rétt sér. Það er eitthvað sem stóð alltaf út um því þegar ég sá fyrstu myndina, þá segir hún hérna Fred Krueger og ég bara, heitir hann ekki Freddy, fattar þú? Já. Var það sem kannski bara í... Ég held hann segir come to Freddy í fyrstu myndinni eða eitthvað en... En það er eitt visual í þeirri mynd sem satt rosa í mér og það fokkaði mig smá upp því á rúlingur. Ég sé nefnilega því ég hugsi sér 13 ára. Er það löngu hendunar? Ég vissi að það var að segja þetta. Hann lapp bara eftir eitthvað svona... Já, því ég er alveg eins að því ég náttúrulega hata langar hendur. Þú hata, þess að bara yfir höfuð. Ég sagði þetta líka í fyrsta þetta, það var svona martröð sem ég fekk svona einhvern skugga með gett langar hendur. Já, ég myndi, töluðu þá kannski Freddy líka? Nei, þetta var bara eitthvað svona, ég myndist bara á þetta með drauminn. Já, og mömmu og prakkarann hann, frændan. Já. Ok, þú varst að fatta hvað aðrið á tala. Já, ég bara leiðu að sagði þetta sko. En svo er líka töff þegar hún ég man ekki hvað hann heitir, stelpan drepin, ljósar það. Þegar Freddy tekur hana upp í lofti. Já. Það er alveg, þetta er cool visual. Að því við erum bara að sjá hvað er að gerast í alvöru heiminum. Við veitum ekkert hvað hann er að gera við hana í draumónum. Nei. Mér finnst það svona creepy implications. Þetta skilur, það gefur manni meiri tíma til að svona ímynda sér, oh my god, hvað ætla hann sé að gera við hana í alvörunni. Já. Mér finnst það ógeðslegt sko og það er líka svo hann Wes Craven gerði svolítið svona interesting hluti fyrir hryllingsmyndir á þessum tíma varðandi sérstaklega það er skot í þessari mynd þegar Nancy sér vinkonu sína í búðinni á ganginum bara einhver svona líkpoka blóðum og þetta dregst bara eftir gólfinu. Þetta er rosalega innovative. Þetta er bara svona creepy visual bara til að vera creepy visual. Já, og eftirminnilegt. Og líka, hún veit ekki hvort hún sé vakandi eða sofandi. Og já, þetta er svo frumlegt. Þess vegna ber ég svona mikla virðingu fyrir Nightmare on Elm Street, af því hún er svo rosalega frumleg. Mér finnst líka, það er eitt smáatriði, ég elska hana titil. Nightmare on Elm Street. Þetta er örugglega uppáhalds kvikmyndatitillinn minn ever. Finnst það flottara en, af því það er eitt titill sem ég er alltaf með huga. Ef við erum bara að tala um titla. Já. Blade Runner. Þetta er brjálaður titill. Það þurfti að velja, hvað er meira töff? Sko, Blade Runner er svalari titillinn. En ef ég aldrei séð hvoruar og ég spurður hvað langar að sjá í kvöld. Blade Runner eða A Nightmare on Elm Street. En það er líka þú horror guy. Og Nightmare on Elm Street hljómar svo hryllismynd. En það er eitthvað bara við til A Nightmare on Elm Street. Sem ég fannst líka framhaldsmyndirnar ekki alveg skilja því að þetta var að koma fyrir krakka á Elm Street. Þetta var um lórið í gegnum Elm Street. Já. Sem restina myndunum er ekki voru þeir ekki allir dauðir í myndum með 4 eða eitthvað? En þá er líka spurning, hefur þeir geta haft þetta alltaf endalist í Elm Street? Alltaf í sama hverjunu? Þeir hafa átt að púla svona Haunting of Hill House-dæmi þar sem næsta er ný gata. Já, þú meinar þá að Nightmare on Avenue Street Oh my god, A Nightmare on Sunset Boulevard. Þetta er alltaf ný og ný Nightmare. Af hverju hét Wes Cravens New Nightmare það ekki? A Nightmare on Sunset Boulevard, af því þessi myndi svona djóka Hollywood systemið. Af því það hefur verið einum og svona fyndin. Já, reyndar. En líka Wes Cravens New Nightmare. Myndin heitir Wes Cravens New Nightmare. Mér finnst það svo fyndið. Hvernig finnst hún svo mynd? Hún er náttúrulega Scream áður en Scream kemur út. Já, af því hún er alltaf metta á svona... Mér finnst hún rosalega skemmtileg bara því ég er að reyna að ímynda með Wes Craven að skrifa þetta handrit þar sem að skrifa Wes Craven, labbar inn í ramman. Hann alltaf leikur sjálfan sig. Já, hann leikur sjálfan sig. Mér finnst það svona, ég er að reyna að sjá þessa mynd fyrir mig stundum í handritaform og ég hlæ bara upp átt.
Ég man þegar hún kom út, af því það var búið að gera svo marga framhaldsmyndir. Svo kom hún, og hún var svolítið svona öðruvísi með hinnar. Ég hafði lúmst ganaði. Hún er mjög skemmtileg, sko, og hún er líka með, breytir honum Freddy í svona, meira svona entity aftur. Hann meira segja með svona Nosferatu-takta. Það er meira svona skugginn á veggnum. Já, alveg. Þessi líka sama skot. Við minnum líka hann hafi verið í leðurbuxum. Já, hann var í einhverjum leður frakka Já, og með öðruvísi hatt. Já. Hann var alltaf náttúrulega gett cool. Það var svona cool Freddy. Já. En þar er lék Robert Englund. Hann lék rauninni sjálfan sig, en hann lék líka hann að nýja Freddy. Já, hann lék sjálfan sig að leika Freddy Krueger og svo lék hann Freddy Krueger. Já. Hvernig finnst þið lúkki hans? Ég veit út í peysuna þess að hann með brenda útlit, hattinn, hanskan. Mér finnst þetta rosalega skemmtilegt. Þetta er brjálað design. Það því hanskinn hefur í rauninni ekkert origin. Við fáum að vita, í endurgerðana var, fucking Gardener eða eitthvað sem átti að vera klædnar. Já, bara eitthvað þurftu vera útskýra. Þetta er svona í Solo að Star Wars story. Hvernig alltaf hann hafi fengið byssuna sína? Heldur hann, ég sé ekki fucking drullu sama. Hvernig alltaf hann hafi kynst Chewbacca? Já, hvernig alltaf hann hafi ákveðið að byrja að kalla Chewbacca Chewie? Má hann ekki bara hafa að byrja að kalla hann á einhverjum hundi? Hverjum ekki fucking Já, sama? hverjum ekki sama? En eins og með hanskan, við minnir þið sín aðeins í fyrstu myndi bara þegar hann býna til. Já. En það hann ekkert meina það. Nei. Þetta var þetta ekki bara eitthvað torture vopn í honum? Jú, mín spurning er með við hvað við sjáum mikið, hvað hann getur gert í framhaldsmyndunum, hversu öflugur hann getur breytt sér í sjónvarp og eitthvað, fattarðu? Af hverju þurfti hann þá að búa til hanska? Hvað meinur það? Að þú sér þið í myndunum, hann svona fer í gegnum sjónvarp og hann svona hendurnar hans kom út úr sjónvarp og... En hann alltaf bjóð til hanskan áður að dó. Já, reyndar. Af því hann var ekki barnamorðingi. Já, ég túlka alltaf að bjóð til hanskan í draumaheiminum. Sér þú ekki, það hefur verið hilarious, en hann gerði það áður að dó. Já, það ekki rétt hjá mér? Þetta er rétt, þetta er bara því ég er að rugla þessu við opnunarsinna, því við sjáum í opnunarsinnu hann er að búa til hanskan, en þegar við sjáum Freddy Krueger fyrst, þá er hann alltaf þessi draumavera. Já. En ég var alltaf bara, af hverju bjóð hann til hanskan í drauma? Það hefur verið stúpid. Ok, þá þarf þetta ekki lengur að sitja svona inn í mér. Nei, var eitthvað rugl í Mind Palace-unni hjá þér? Já, einhver hitlaður á röngum stað. Þátt að ræða betur. Ok, Night on Elm Street. Hún er með 9, veist mjög ást sem hún er 9 hér. Ég er spenntur að heyra hina myndum. Já, þetta er interesting listi, ég get sagt þér það. Ok. Ég tek 8. Yes. Þetta er mynd sem ég gæti trú að þú fílar ekki. Ok, bring it. Ég 90% þess að búin að sjá hana. Ok. Ég 99% þess. Mér finnst hún æðislega, mér þykir svo vænt þessa mynd. Ok. Ok, og ef búið til smá giskleik. Ok, hvenær kemur hún út? 85. 85. Ég ætla ekki að vera, það er ekki vísbendingin. Ok. Vísbendingin er þeir endurgerðna sem er svo sem ekki nýtt, þeir er búin að endurgerða margar þessum 80s myndum. Já. Ég horfði á hana fyrir stuttu síðan. Sú endurgerð kemur út 2011 með Colin Farrell. Með Colin Farrell, býtu. The Wolfman. Shit. Nei, býtu, það var Benicio del Toro. Af hverju ruglaði ég þeim saman? Mind Palace er rugglingarúli. Nei, Colin Farrell átti að vera hann. Það er ástæðan af hverju ég er með svona behind the scenes trivia í haustum á mér. Með Colin Farrell, heyrðu, býtu. Nei, heyrðu, hvað myndir það? Þú tengur nær? Nei, því þegar ég þarf að giska þá tek ég alltaf svo langan tíma að hugsa. Eins og með Highlander, ég þætti 100. Ég þurfti að stara á þetta og ég þurfti að láta mig heyra orðin Russell Nash geðvitt lengi þá til að svona og ég bendi fólki á að horfa á þátt 100 part 2 og horfið á hausin Óla þegar eins og maður sér gýrana í haustum að þér þegar þú fattar síðan Highlander. Ok, þetta er Fright Night. Já, hérna Tom Holland myndin. Já, hann leikstjórinn Tom Holland, ekki leikarinn. Ekki leikarinn, hann er jafnaldri minn, það er ekki séns að hann leikstjóri mynd frá 85. En mynd af honum poppar upp á iTunes þegar þú kikir á Fright Night. Já. Það kemur Tom Holland, Spider-Man. Það er gott, hann leikstýri líka Child's Play. Já, Fright Night, ég sé hana, hún er æði. Já, ok, þér finnst skemmtileg. Dinner is in the oven.
Mér finnst hún ógeðslega skemmtileg. Hún æðu, sko. Þú ert með eitthvað vampírdót, strákur, nágrann sem vampíra Já. og hann fer og Já, David Tennant var líka í endurgerðinni. David Tennant leikur Veistu, strangely enough, ég hefði örugglega fattað að það hefur sagt David Tennant, ég veit ekki af hverju. fyrir einhvern Colin Farrell. Já, því náttúrulega David Tennant var Doctor Who og ég séð of mikið af Doctor Who. Já, þú hefur kveikt út af því. Ég hef náttúrulega séð meiri þætti af Doctor Who en ég hef séð myndir með Colin Farrell. Þannig að... Ok, ég skil þig. Þetta er skemmtileg mynd, vampírumynd. Ég er sökkur vampírumyndum, vampírur heillandi. Og þessi er með svona premiss sem ég elska. Það er eitthvað svona skrýtni nágranninn og það er enginn sem trúir stráknum og hann þarf að finna út úr leið til þess að sigrast á þessari illu veru sem býr í næsta húsi og eitthvað. Að ég segja sturlaða staðrend, Hafsteinn. Af því þú sagðir og elskaði þetta premiss sem skrýtni nágranninn og allt það og strákurinn þarf að finna út og þetta er vampírutengt. Þegar ég var 16 ára, þá held ég að ég skrifaði 40 síðuna stuttsögu þetta. Nei! Jú, þetta var svona óður til Christopher Lee, Dracula. Þetta var að nágranninn í húsinu endanum var vampíra. En varstu það ekki búin að sjá Friday Night? Nei. Áttu tekst það til? Því miður ekki. Shit, ég eftir að lesa þetta. Þetta var til í gömlu tölvunum minn áður hún hrundi. Djú synd. Já, alveg, þetta var skemmtileg saga, sko, en hún var örugglega ekki það vel skrifað því ég var 16 ára. Já. En hún var bara, já, þetta var bara svona eitthvað svona saklaust. Ég var bara nýbúin að horfa á Christopher Lee Dracula myndar og ég fekk bara þessa hugmynd bara, hvað ef nágranninn minn væri... En hvað hugsaður þú sást Friday Night? Ég hugsaði, djöfullinn. Það er eitthvað sem gerði hugmyndir að síðan með. Já. En manstu eitthvað eins og með hana? Chris Sarandon leikur vampíruna sem heitir Jerry. Svona geðu þetta skemmtilegt nafn. Geggja skemmtilegt nafn á vampíru. Og hann kemur síðan, ég var búin að gleyma því, hann er aðeins í endingunni líka. Já, það? Já, hann leikur gæja sem bara, hann er í 20 sekundur í myndinni, hann er fórnarlamb, verður svona bílslis. Já. Hann kemur eitthvað svona, það er alltaf leið með ykkur, þá er það hann, Chris Sarandon. Já, þeir eru svona Tommy Jarvis að hann. Hvað svo er Tommy? Tommy Jarvis? Nei, í Halloween 2, bara gæi sem er þarna og það er bara keyrt á hann. Ég man ekki eftir því. Já, hann er kannski í Friday the 13th. Skiptir ekki alveg máli. En þetta er svona, er það ekki svolítið svona Adam West sem Thomas Wayne? Að fá gamla leikaran bara til að skjóta hann í einhverju götu. Eins og við tölum við Batman þetta okkar. Bara Michael Keaton er í skotin bara í byrjun á Batman Begins. Það væri æði. Æðislegt. Já, Friday Night var það velina, þykir rosa vænt um hana. Það er svolítið síðan ég sá upprannlegu, en ég horfði á endurgjörnum með kæristunni. Veistu það, ég þorði ekki að sýna henni upprannlegu. Af því ég var svo hræddur að hún myndi bara fara að hlæja. Já, en hún er fyndin. Ja, nei, þú veist, þá er ég að hlæja á röngum stöðum. Já. Af því að hún er, það er rosaleg 80s mynd. Alveg rosaleg. Og ég var alveg bara svona, ég þorir ekki, af því að málega, það er sömu myndir sem ég elskar svo mikið. Svo er þess að þegar þú sýndir inn Halloween. Þetta er svolítið þannig. Nei, reyndar, ég hef aldrei verið hardcore Halloween maður. Ok, það er gott. Já, en eins og með Friday Night, mér þykir svo ógeðslega vænt með þessa mynd. Ef að kærastan mín færi bara að hlæja henni. Já, ég skil. Skilur hvað við? Það myndi stinga smá. Já, þetta er eins og ef ég myndi sýna einhverjum Burton Batman myndina. Já, ég meina, ef einhver manneskja myndi byrja að mislíka hana fyrir frá mig, ég þurfti að losa mig við hana. Eða Ed Wood. Já, heyrðu. Ímyndaði, þú var að horfa með sína einhverju manneski Ed Wood. Já. Og hún fara ekki að hlæja því að hún er að hlæja hvað þú finnir mig, bara hlæja hvað hún er asnaleg og léleg og eitthvað. Ég held ég myndi stoppa myndina, sko. Þú myndir ekki að höndla að hún myndi klára. Ég myndi bara segja, ætlar að vera svona í allt kvöld. Ætlar að vera með fucking stæla í allt kvöld. Ok, Friday Night mér, ég mælu að fólk tjekkja hann, þetta er hrikalega skemmtileg mynd. Horror íva við og smá grín og svona. En hvað er nú 8 við þér? Herðu, númer 8 á mér er mynd frá 88. Nei, hún er ekki frá 88. Jú, gæti verið frá 88. Ég segi það því þetta er ferskasta myndin á listanum mínum. Ég sá hana bara í fyrsta sinnum daginn. Já, þú varst búin að segja mér, einhver mynd komast á listan sem var nýbúin að sjá. Hún komst í 8. seti. Já, eftir að ég byrjaði að fínpúsa listan aðeins. Hún frá 88, heldur ég sé búin að sjá hana? Ég veit það ekki. Af því ég var ekki búin að sjá hana heldur, fattar við? Hvað leikst þið? Þetta er foreign leikstjóri, ég veit, Sam Neill er í henni. Sam Neill er í henni? 88. Þetta er mynd sem heitir Possession.
Hvað myndi það? Ég var einmitt, þegar ég var að fara yfir 80s hrollvekjur, þá rakst ég á þessa. Aldrei hitt það svona. Og þetta er með óþægilegri bíómyndum sem ég hef séð. Já. Af því, ég ætla ekki að spoila hann einu, af því við hefur ekki séð hana. En getur þú sagt eitthvað svona smá premiss eða á ég bara að tjekka á henni? Ég get sagt hvað premissið er áður en hún fer lengra með premissið. Já, gerðu það bara. Það er það sem ég ætla að gera því. Það er hlutur sem gerist þegar myndin er hálfnuð, sem breytir öllu varðandi konteksti myndarinnar og þá er þetta allt annað fyrirbæri. En myndin er Sam Neill og hann er í mjög óhamingjusamu hjónabandi. Ja. Alveg hann kemst að því að konan hans er búin að vera að halda fram í honum og þau eiga son og hún ætla bara að fá forræði á sín hans. Ja. Og hann ákveður einn daginn, hann bara, nei, þú bara færð ekki að losa mig, þú færð ekki að losa þig við mig. Hann kemur bara heim til þeirra og hann segir, þetta er sonur minn og þú færð ekki forræði á honum, ég ætla bara að vera hérna. Mér er samátt, sérst að sofa í öðrum gæja eða ekki, ég ætla samt að vera hérna. Og þetta er örugglega mest toxic og ógeðslegasta samband sem ég hef séð í bíómynd, alveg mér leið genuinely óþægilega og ég held að það yrði hrollvekjan hversu mikið hann er að missa vitið. Já. En svo gerist eitt, þegar myndin hálfnuð, ég ætla ekki að segja hvað er, að þegar það gerðist, ég hallaði mig fram. Ég var bara svona að chilla að horfa á hann í sófanum og séðan bara svona, heyrðu, býttu nú við. Þannig að gerist eitthvað mjög áhugavert. Já. Vá, ég er náttúrulega að sjá það. Þetta verður allt í hennu allt annað fyrirbæri. Ok, það hljómar spennandi. Hún er rosaleg, það er orðið sér, en hún er slow, hún er svolítið löng, en hún er eiginlega bara óþægileg allan tíman. Mér leið bara illa. Possession. Já, því, eins og ég segi, ég var að horfa bara tvær manneskir sem hata hvort það, hann lemur hann og er að íta henni í eitthvað og hann er bara, þú færð ekki að taka son minn frá mér og sonur hans byrjar að vera alveg pínu hræddu við hann. Þetta virkar bara svona bara dramamynd. Já, ég held að það væri hrollvekjan, bara svona the toxicity í þessu, en svo gerist þetta setna í myndinu og ég var bara, heyrðu, og ég barast það. En ok, án þess að segja mig hvað það er, af því ég er spennt að sjá þessu mynd, er þetta eitthvað sem make a sense, eða er þetta eitthvað svona alveg fáranlega left field, bara allt í henni hendi? Þetta er alveg fucked up, ég get sagt það er alveg síðan. En make a sense? Þú varst að kaupa það? Já, því þau fara alveg út í, þau embracea þessa vitleysu. Ok, þú þarf að tala svona í kringum þetta. Já, ég þarf að tala í kringum þetta, en þetta er ógeðslegt. Ætti ég að þóra sína kærastan þessu mynd? Hún fyrir alveg fucked up myndir. Já, þetta er nasty, sko. En eldust hún svona eitthvað illa? Það eru practical effects. Ég segi ekki meira. Það segir ekki meira. Nei. Possession, aldrei eitt með þessu mynd. Gekkja pikk. Hún er mjög góð. Hún komst á listaði. Já, og líka ég er bara nýbúin að sjá hana, fattar þú? Já, einmitt. Og hún fekk 8. slottið því hinnar eru svona aðeins vandlegra valdar, en já, ef þú fílar slow burn og ef þú fílar óþægilegar myndir, þá er það, ég skal gefa henni það að hún er með eitt sem er svolítið kjánlega, það er gæinn sem hún er að sofa, hann er svona þvílíkur artíst og hann haga sér gett undarlega, þú veist, eins og þegar hann tala þá eru hendurnar á milljón, hann þarf að vera fikt í veggjum alltaf, það var svolítið pirrandi. Ég var svona, ok, þetta er klárlega ákvörðun hjá annarkvæmt leikstjórunum eða leikarunum og þau bara rúluðu með því. Ok. En þessi mynd er óþægileg og ég mæli með þessari mynd. Hvernig fannst hana? Varstu bara að googla ykkur top 80s lista? Ég hafði heyrt hana á rosalega áhugaverðan hátt, þetta var varandi Sam Neill og hryllingsmyndir sem hann hefur verið í. Já. Og þetta dettur svolítið í þann dálka. Hann er nú leiki í nokkur hryllingsmyndir. Já, In the Mouth of Madness, Event Horizon, sem ég er ekki stærst aðdáðandi af. Þú er þessu Tommy þólar hann ekki? Ég er ekki stærst aðdáðandi myndarinnar, en Sam Neill er alltaf væði. En þá verður ég bara að spyrja, þó að Event Horizon sé ekki 80s, bara stutt. Að ég náðu ekki að spyrja Tom Almalúti að síðustu hitta. Hvað er að við hana sem finnst ekki hvað? Ég held að það sé bara ég held að það sé klippingin. Að því hún er svo núdert. Það er vist til alveg extended útgáður af þessum svona brutal torture atriðum, en þetta klippidæmi, þú veist, er þetta bara svona sínum með milljón hluti og ég veit það ekki, hún bara klikkaði ekki hjá mér. Tommy hefur örugglega meira að segja hana en ég fattur. Já. En mér finnst hún bara svona, ég veit að vinur minn Kitty, hann elskar hana og þegar hann talar hana þá, þú veist, ég get lust á hana bara svona, já, þú veist, mér finnst frábært að þú fílar hana. Ég gera það bara ekki. Já, ég skil. Það bara var ekki að, eins og segja, var ekki klikkað þér. Nei, en mér finnst,
ég horfi á flest sem Sam Neill í, það var einhvern veginn að ég til dæmis aldrei sé þættina Peaky Blinders, en hann Ásbjörn minn sagði að Sam Neill í fyrstu sinni, ég bara, ok, þá kannski kikki á það. En það var svo magna við Sam Neill, það leikur auðvitað í Jurassic Park, risamynd, risastór fjölskyldu og ævintýramynd, að ef þú kannski kynnist honum þar og þekki kannski ekki almennilega með þetta, hann alveg dark side, hann að leika í einmitt, að því að Event Horizon alveg ógeðsleg mynd, það hvað finnst hann að hann ógeðsleg, og In the Mouth of Madness á köflum fucked up. Það eitt af mínum uppáhalds hryllingsmyndum. In the Mouth of Madness. Ég elska In the Mouth of Madness. Já, æðisleg. Ég elska uppáhaldstegundin mín af horror svona paranormal stuff, sem náttúrulega segir sér svolítið sjálft, en ég elska líka Lovecraftian horror. Af hverju þetta ekki svona meira á honum svona eitthvað almennilega gert? Hvað, Sam Neill? Nei, svona Lovecraftian eitthvað. Því þetta er svo rosalega nákvæmur hlutur, eins og þeim langaði að gera At the Mountains of Madness, Guillermo del Toro átti að leikstýrinni, James Cameron ætlaði að framleiða og Tom Cruise átti að vera aðalhlutverkið. Þetta hefði verið stærsta og dýrasta og brjálaðasta hryllingsmynd einhvern tíma búin til, en síðan gáfu þeir út Prometheus og þá hætti allir við. Já, var það Prometheus? Já, því þetta er, finna svona ancient civilization og taka eitthvað tilbaka með sér og... Ja, þetta er bókið ekki? Jú, eftir H.P. Lovecraft. Last hana? Já. Og er hún góð? Já, en Lovecraft er rosalega erfiður að lesa því þetta er alltaf það sama, þetta er alltaf svona ólýsanlegur hrollvekjur sem augun get ekki skýrt og þetta en prósætana sér svolítið skemmtilega eins og eitt kaplinn bara endar á að þeir eru búin að finna eitthvað absolutely alien earth og mér finnst það rosalega fallega lýsing svona unexplored alien earth í einhverjum fjöllum. En hvernig myndir þú útskýra þú sagði Lovecraftian horror? Hvað er það? Hvernig skilgreinir það? Ég skrifaði einu svona smá þýsus þetta er það sem að kalla cosmicism. Hugmyndina bak við cosmicism er að við erum það lítil og ómerkileg að það er alltaf eitthvað stærra sem er stóra ástæða okkur mikið að fólki hrættu sjóin eins og það líðunast yfir mig ef ég sé hval, sko. Ég finnst það líka. Já, en líka ég hljóp öskrandi út úr tíma í grunnskóla þegar það var hort á Finding Nemo. Okay. Þegar hvalurinn kemur að hægt og róli í bakgrunum, ég höndlaði þetta ekki, ég get ekki hort á þetta til í dag. Ok, það er þetta ekki. En þetta er hugmyndin á bakvið, það er alltaf eitthvað stærra og sama hversu stórt eitthvað þá er ennþá meira stærra, eins og í At the Mountains of Madness, þeir finna þessar ancient aliens, svona stórir og miklar, en þær eru fossilized og dauðar. Þannig að hvað drap þær? Já, er það málið að það sé alltaf eitthvað stærra? Já, eins og tökum eina bestu hryllingsmynd allar tíma, Alien eftir Ridley Scott. Hún er Lovecraft hryllingsmynd. Af því þegar við finna þarna gameskipið, bara holy shit, við erum búin að finna gameskip. Þau fara inn í gameskipið og við finna pilotin sem hann lítur út fyrir að mennskur, hann í svona spacesuit og allt það. Hann er miklu stærri en þau, en hann er dauður. Hvað drap hann? Og Ridley Scott hefur sagt að eggin borð í skipinu hans átti að vera notað svona sem vopn gegn einhverju að því þessi space cadet, þessi pilot var að sækja eggin til að nota þetta gegn einhverju öðru. Sem við vitum alltaf hvað er? Nei. Það er cosmicism. Að það er alltaf, það er svona ef maður svo hræddur við sjóin að við vitum ekki hvað er á botninum. Sem er alltaf einhverju fólk fíla eins og Cthulhu. Hann býr í borg á sjávarbotninu sem heitir R'lyeh. Þetta er náttúrulega bara einhver þvæla. En þetta er óþægileg pæling. Að einhver staðar undir sjónum er bara borg og Cthulhu sem er náttúrulega bara stærri en fjöll. Skrimslið. Í Lovecraft heiminum er Cthulhu bara barn. Hann á foreldra. Býttu sem er þá stærri hann? Já, og og Avans er Azathoth sem er the sleeping god og það pælingin á baku Azathoth er að raunveruleikin okkar eru draumarnir hans Azathoth af því hann er sofandi. Þannig að þegar Azathoth vaknar þá er heiminum búinn. Og það er kosmosism. Þetta verður haldið með vakand á kvöldin, maður. Ok, en þannig að það, þú segir kosmosis. Já, kosmosism. Og kosmosism. Já, alheimsismi. Og Lovecraftian horror. Já. Er raunin það sama? Er það talað um það? Já, Lovecraftian er bara svona stærri, ólýsanlegri hættan. Ég held að þetta tengdist líka eitthvað svona
tentacles og okkur Já, þetta allt eitthvað hannig, sko. Ég veit ekki hvernig Lovecraft hefði brugðist að henda í, sko. Ok, en pælingin henni þessi þú varst að lýsa. Já. Það er eitthvað svona stærra. Já, og líka bara svona hvernig þetta bræðist inn í alvöru heiminn. Þetta er eitthvað sem er það mikið að mannsheilin getur ekki höndlaða og svona raunveruleika brjótandi eins og í The Mouth of Madness. Þú veist, eins og þegar raunveruleikin byrjar að breyta sig kringum svona portal, svona einhverja geimveru koma. En þetta byrjar alltaf bara, hei, þessi gæði er búin að vera að skrifa einhverja skrýtna bækur. Þú veist, þetta byrjar alltaf eitthvað svona mellow. Þú veist, eins og Call of Cthulhu er upprunalega bara þú ert að lesa glósur úr dagbók frá einhverjum, fattur, og síðan allt í enn endar þetta bara á að þú veist að olíubormenn sem voru að drilla á botninum á hafinu opnuðu fyrir gjáttirnar og Cthulhu reis upp. Já, þetta byrjar allt svona low key, svona eins og í Shadow over Innsmouth, þá er þetta gæi sem kemur tilbaka í bæ sem ég minna hann ólst upp í eða mann eftir þegar hann var yngri, en það er eitthvað off. Alveg fólki er orðið eitthvað öðruvísi og síðan er þetta allt bara einhvern veginn svona mutated fiskafólk, fattar þau? Þetta er viðbjóður. Þetta er samt skemmtilegt. Þetta er það, en ég held að það sé ástæðan af hverju að því að gera Lovecraftian hryllingsmynd ekki bara tekur þetta rosalega mikið ímyndanafl, en þetta er svona hvernig filmar þetta rétt og hvernig nærðu wide audiences inn í þetta. Heldur að Del Toro þið náði? Handrita hans til á netinu. Og höfðu lesað? Já, það er fínt. En þú veist, þetta var fyrsta draftið. Já, þetta er endurskrifa. Já, eitthvað aðeins, þú veist, eins og það voru svona risa mörgæsirinn í þessu eitthvað, en sem er ekki skeri. Nei, en þetta hefði náttúrulega verið brjálað project, þú veist, með Cameron peninga á bakvið þetta og Tom Cruise í aðalhlutur ekki? Ég hef verið til í það, maður. En það er eitt atrið í bókinni eftir Mountains of Madness sem satt alltaf í mér, að það var þegar þeir eru að fljúga aftur frá borginni, þá snýr einn aðeins sér við og byrjaði síðan bara að garga af ótta, hann er búinn að missa vitið, hann getur ekki sagt hvað hann sá. Og þeir eru allir búin að sjá nóga skrýtna hluti nú þegar, að það var eitthvað sem þessi gæi sá sem lét hann missa vitið. Og mér finnst það æðislegt. Mælur með þessar bók? Þetta er Mountains of Madness? Já. En svo fyrir mig, ég langar að tjekka eitthvað svona Lovecraft úti. Þá myndi ég, já, því þetta er eiginlega bara, hún er líka ekki það löng og hún er nógu áhugaverð varðandi það að hún verulega leifir hugmyndafluginniðin að ráða för. Ok, og þetta er ekkert einhver svaka, þetta er ekkert einhver símaskrá, þetta er alveg... Nei, þetta er bara, ég held að sé, þú veist, 100 síður eða eitthvað. Já, hún er ekkert lengur. Þetta er bara svona novella. Ok. Ég held samt að upp á Lovecraft-saga mín er The Music of Eric Zahn, og hún er bara einhverjar 10 síður eða eitthvað. Já, bara alveg þvílík stuttsaga. Já, hún er æði. Mér langaði að punta að breyta inn í stuttmynd. Mér langar að adapta þá sögu. Áhugavert. Ok, herru, smá útudúr. Ég man ekki sem hvað að tala. Við vorum að tala um Possession og síðan Sam Neill og það fór yfir í Lovecraft. Ok, hvert eru konir? Ég var að segja að mynd nummer 8 af mér var Possession. Ok. Það fekk ég loksins að æla eins út Lovecraft blætunum mínu. Lovecraft blætunum. En mér var smjögan að heyra þetta. Ok, nummer 7 hjá mér. Ég var þvíld að debata hvað þetta hafist mynd með. En ég varð að hafa hana, að ég elsk hana. Mín nummer 7 er líka þannig. Hvað? Fyrst var ég bara svona, að ég er búin að taka svo marga þætti, ég er búin að tala um alls konar myndir. Og það er eiginlega, ok, við getum orðað þannig, ef einhver er búin að hlusta á alla bíóblaðstættina, þá er þessi list ekkert að koma þetta óvart. En þessi mynd, ég bara elska hana svo mikið, og ég gat ekki gert top 80s mynd og sleppinni. Evil Dead 2. Elska það. Ég elska þetta pikk. Bara, ef ég væri með hatt, I would tip it off. Akkur fílar þú Evil Dead 2? Hún er á listanum mínum líka. Ok, en ekki 7. Nei. Ok. Ok, við tökum bara Evil Dead núna umræðana, Evil Dead 2. Ég segi alltaf Evil Dead 2 Dead by Dawn. Já, hún heitir það ekki? Jú, það er bara, hún heitir bara Evil Dead 2 og sumir segja Dead by Dawn, ég er Dead by Dawn maðurinn. En ég meina, er það bara preference þér? Það er ekki útgáfa? Nei, skiptir engu máli, ég segi alltaf bara Dead by Dawn. Er hún besta Evil Dead myndi? Já. Ég er sammála, ég var bara að testa. Hún er æði. Akkur er svona góð? Að því þetta er fully formed kvikmyndamaður að sýna okkur, fannst ykkur fyrsta brjáluð
sko spennið beltin. Tjekkja á þessu. Hún er kaos. Þessi mynd er bara glundróði og þetta er svona, hversu mikið get ég pint Bruce Campbell? Af því hann er rosalega mikið bara einn í þessari mynd. Mjög mikið. Það er bara allt að koma fyrir greimannin. En af hverju elskar þú hana svo mikið? Hún er nummer 7 á þínu lista. Mér langaði að setja hann ofar. Ég var bara eitthvað svona, málið með Evil Dead 2, elska hana. Ég tengi hann rosalega mikið við því ég var úlingur. Ég er aðeins með nefndi þetta í framhaldsmynda þættinu með Tomma Valgeirs. Að ég var að kynast þessu myndu, Bad Taste, Brain Dead, þessum splattermyndum því ég var úlingur. Og það höfðu svo mikil áhrif á mig. Fyrir mér var þetta svona ný tegund af hryllismyndum. Splattermyndir. Alltaf miklu meira svona húmor í þessu splattermyndum. Og Reanimator líka eina sem ég sá á þeim tíma. Reanimator er adaptation af Lovecraft bók. Já, einmitt. Já, ég vissi það einmitt. Ég verði ekki séð Reanimator bara síðan ég var úlingur. Sama hér. Ég þarf að reyfa henni upp. Mér fannst það skemmtileg. Og ég elska Jeffrey Combs. Þannig þegar ég sé þessar myndir, og þú veist hvernig þetta er, ef maður er með eitthvað svona persónatengingu, sérstaklega eitthvað svona nostalgíu tenging, það er svo sterkt. Og Evil Dead, mér finnst það allar 3 ár mjög skemmtilega. Hefur séð söngleikinn? Söngleikinn? Evil Dead the Musical, hefur aldrei séð þetta? Þetta er svo gott! Ég held ég hef ekki svo vita af því. Ég maður ekki að hýrta það. Þetta var líka, það var eins og sett upp í Vestmannaeyjum og góður vinur minn sem Vestmannaeyjum? Já, þá heitir það Banastuð. Þá vinur minn, hann Sindri Freyr, sjátt á það hann skrifaði einu svona Lovecraft sögu með mér, við erum báðir diehard Lovecraft fan, hann lék Ash. Í söngleik? Hann var æði í því hlutverki. En hver startaði þessu söngleik? Ég veit það ekki, en soundtrackið, ég með mörg af þessum lögum á heilanum bara reglulega, eins og Do the Necronomicon. En þú veist, er þetta ekki hallast það? Jú, en þetta er að embracea þvæluna. Er þetta að segja Evil Dead sé þvæla? Þú að segja mér að þetta sé ekki þvæla? Ég er að stríða það. En já, þannig að húmorn í henni, effektaðin í henni, Bruce Campbell, ég var náttúrulega bara Bruce Campbell fan dauðans eftir í sásmyndir, eins og flestir. Hann er með svo mikið karisma. Ég skildi aldrei okkur hann varði ekki stærri stjarna. Nei, ekki ég heldur. Þú veist, hann myndalegur, sjarma, fyndin. Okkur varði hann ekki stærri leikari. Líka, ég skil ekki hvernig hann varði ekki 90s hasarstjarna. Já. Sérstaklega eftir Army of Darkness. Já. Hann er svo fucking svalur í þessa mynd. Já. Ash Williams er uppáhalds fictional karakterum minn ever. Af öllum? Hann og Obi-Wan Kenobi. Okkur er Ash nummer 1, já. Að því hann fær besta character development sem ég hef einhver tímann séð. Hann byrja sem survivorinn svona, oh my god, hvað er ég að gera, ég þarf að reyna að lifa af. Og síðan í myndum 2 þá er þetta svona, handskotin, ég þarf að reyna að lifa af aftur. Og síðan í myndum 3, hann nennir þess ekki lengur. Hann meira þess að skýtur eitt gæja á þess að horfa á hann. Hann er bara, hann er orðin svo desensitized. Hann er svona eins og gæji sem hefur séð of mikið af hryllingsmyndum og síðan þarf hann að sjá nýjustum hryllingsmyndin í bíó. Hann er orðin allt of vanur þessu. En þá verður ég að spyrja þig, að Evil Dead 2, flesti segja hún sé best. Já. Hvernig fannst þér Army of Darkness, 3. myndin? Mér finnst hún æðisleg. Mér finnst hún líka æðisleg. Nei, bara mér finnst hún frábær, ég held að ég sé búin að horfa á hann oftast. Finnst hún betur en fyrsta? Sko, þetta er náttúrulega, fyrsta myndin er náttúrulega bara pure horror. Hann er hryllingsmynd. Evil Dead 2 er horror comedy. Army of Darkness er grínmynd. Þetta er fantasy grínmynd. Já. Og þær eru allar æði. Af því, ég veit ekki hvað það er við Sam Raimi, en hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera við efnið sem hann er með. Og náttúrulega hann skrifar Evil Dead myndunar. En svo lítið á Spider-Man myndunar hans. Hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera með efnið sem hann er með. Sérstaklega í Spider-Man 2. Sem ég horfði á nýlega. Ég ætla að gefa Spider-Man 2 smá shoutout. Ég var að horfa á hana í fyrsta sinn í nokkur ár. Eldast þú vel? Já, ég var í tárum. Já, ok. Þegar hann var búinn, ég var grátandi. Gekkja maður. Hún var bara, fuck me. Þetta er langbest ofurutmyndin, bara hann. Betur en Dark Knight? Sem ofurutmynd, já. Ok, en þá eitt stuð. Að því Sam Raimi, manni þykir rosa vænt hann. Sam Raimi er í topp 5 hjá mér sem leikstur. Bara ever? Já, því hann hafði svo mikið influence á mig.
varðandi bara svona... Já, sem kveikmyndi gera maður. Já, líka hann með svo distinct stíl, þú sér Sam Raimi mynd og þú veist, sérstaklega í Evil Dead 2, þú sérð að það er kvikmyndagerðar maður og baku, kvikmyndagerðar maður. Fun fact Evil Dead 2, þetta uppáhaldsmyndina sem Edgar Wright, sem mjög telling, af því Edgar Wright rosalega að taka frá Sam Raimi með þessi quick zooms. Það er sama orka. Já, þetta sama orka. Hann að fara að gefa út svona thriller í ár. Hvernig líst þér það? Heitir ekki Last Night in Soho? Ég að deyja, hvað mér langar að sjá hana? Af því hann segir að hún á að vera svona inspired af myndinni Don't Look Now með Donald Sutherland, sem líka æðislega mynd. 70s myndi? Já. Hún flott maður. Já, það eitt af uppáhaldsmyndunum hans, Edgar Wright. Hann segir að þessi mynd sé svona love letter til hennar og annara mynda sem hann ekki hvað hann myndi. Og það hljómar á. Ég nefnilega ekki búin þessu trailerin, ég ætla ekki að sjá neitt. Ekki heldur. Ég veit í rauninni ekkert hvað hann þannig séð. En ég spenntur að sjá hana. Ég líka. Ég alltaf spenntur fyrir Edgar Wright mynd. En finnst þið að segja þetta? Því að Edgar Wright hann gerir svolítið svona, það er orkumikla myndir, svolítið, eins og segja, eins og Sam Raimi. Bara eitt stutt, ég ætla ekki að fara í eitthvað langt Marvel-spjall. Nei. En Raimi að gera Doctor Strange. Doctor Strange 2. Spenntur. Multiverse of Madness. Já, spenntur. Þetta bara fyrsta Marvel-myndin í mörg ár sem ég að deyja yfir, sko. Út af Raimi? Já. En það líka það svo gott að í Spider-Man 2 þegar þeir eru að velja nafn á Doc Ock, Dr. Otto Octavius, Dr. Octopus, that's crap, Dr. Strange, that's good, but it's taken. Maður bara svona, wow, hann spáði framtíðina. Hann kom bara mörgum ára setna og var að gera Doctor Strange. Já, Sam Raimi er líka bara, hann er bara kóngurinn, hann er svo æðislegur. Og hefur hort á Evil Dead upprunalegu með director's commentary og þegar Sam Raimi, Bruce Campbell og Rob Tapper þeir með commentary. Held ekki. Please, gerðu sjálfur greiða, hlusta á þetta kommentari með horrormyndina, þú ert í hláturskasti allan tíman. Þetta er líka svo góðu vinir. Já, en það er líka, þeir tala bara, ég geti talað í klukkutíma þetta kommentari. Ok, bara... við skulum geima það. Já. En Evil Dead 1, finnst hún að eldast vel? Sérst bara upprunalega Evil Dead? Ekkert rosalega. Sérstaklega ekki hárið hans Bruce Campbells. Hann er með svo ljótt hári hér, bara með eitthvað moppu. Þetta er ógeðslegt. En 2 finnst hún eldast betur? Já. Sammála. Hún er líka svo shameless. Það er bara eins og þarna blóðfossin sem kemur út af vegnum og svo er hendin hann sem að sker af sér að lappa út allt og að fokka á hann. Þetta er svo... Þetta er það sem ég fílaði við þegar Sam Raimi er að gera þessa myndir á þessum tíma, því að Rob Tappert er náttúrulega að framleiða þessa myndir og Sam Raimi er að skrifa þessa myndir. Rob Tappert er besti vinur Sam Raimi. Rob Tappert er aldrei að fara að segja nei við hann. Nei, nákvæmlega. Og líka þeim finnst þetta báðum jafn fyndið. Það er bara svona, hvað ef ég gerir þetta? Já, gauður, gerðu það, maður. En svo er líka svo geggja þegar þeir læsa honi í kjallaranum. Og Henrietta kemur. Já, þetta er svo geðveikt. Þetta er nasty. Það er líka litli bróður hans er að leika Henrietta. Hann er Ted Raimi. Ted Raimi, já. Hann er alltaf í öllum Sam Raimi myndum. Já, á hann ekki 2 bræður? Ivan Raimi skrifaði með honum Army of Darkness. Já, þeir eru 3? Já, þeir eru 3. Og Bruce Campbell var einu svona badfóstur hans Ted Raimis. Pældi hvað þetta er allt svona fjölskylda af kvikmyndagerðarmönnum. Þetta er svo miklu vinir, bara hálfgeir fjölskylda. Það er líka, ég held að Sam Raimi vildi að Bruce Campbell væri upprunalegt Doc Ock en Alfred Molina var betri kosturinn. Já. En ég get samt séð fyrir mér Campbell sem Dr. Otto Octavius. Ég hef viljað því að átt hann ekki leika Mysterio. Já, hann alltaf setna meir. Já. En ég get séð Campbell fyrir mér sem Dr. Otto Octavius. Molina er náttúrulega betri, en ég get séð það fyrir mér. Það er náttúrulega, mér finnst það bara svo skrítið hvað Bruce Campbell fekk aldrei svona big break. En hann átti rosalega gott moment í Darkman. Hefur séð Darkman? Já, Darkman, Neeson. Já, hann alltaf var síðast að dullagerfa hans. Alveg rétt, og hann segir ekki orð, maður sér þetta allt í augunum. Það segir mér hvað Bruce Campbell er góða leikari. Hann segir ekki orð í þessu eina atriði, maður bara fuck off. Ég hef búin að gleyma því maður. Ok, Evil Dead, æðislega mynd, þykir svo vænt hana. Já, hvað, Dead 2 þá? Já, Evil Dead 2, já. Og ég get alveg sagt það, persónulega, upp á bara skemmtarangildi, mér finnst 2 best, svo 3. Já. Ég flakka á milli 2 og 3. Er 3 stundum uppáldið? Já, það fer bara eftir hvori ég er nýbúin að horfa á.
Já, þú meina. Mér finnst það báðar það æðislegar. Mér finnst það bara svo skemmtilega, svo mikið skemmtilega efni í báðum myndunum. Já, líka, my god, hvað eru quotable. Já. Yo, she bitch, let's go. Ég held að Það er fullt af setningum. og líka, ég held að uppáðslínum minn í þriðju myndina, það er þegar Deadeye kemur inn í S-Mart og hann skýtur hana og segir, lady, I'm afraid I'm gonna have to ask you to leave the store. Hail to the king, baby. Hail to the king. Ok, ert þú ekki komin í 7 þá? Þá er ég komin í 7. Mynd nummer 7 er mynd frá 1988 aftur, ég get staðfest þessi frá 88. Ég ætla að reyna að láta það giska. Ok, heldur þessi bara sjá hana? Örugglega. Þetta er handrit eftir Frank Darabont og hún er leikstýrð af Chuck Russell. Svo sem leikstýrð The Mask, seinna mér. Fuck, Og- ég held þess ekki búin að sjá þessi mynd. Þetta er endurgerð. Hvað leikur annars ekki? Mm, Frægur? Nei, það er ekki mjög margir frægir hana í augnablikinu. Chuck Russell? Litli bróðir Matt Dillon leikur í þessari mynd. Leikur eitt af hlutverkunum. Þetta er Ég er ekki kveikja. The Blob. Já, ég sá hann ekki. Ekki? Nei. Hún er æði! Mér fannst alltaf svo stupid premise. Já, ok, ég vildi óska að ég væri með Ásbjörn, vinn minn, sitjandi hérna með mér. Hann hafði aldrei séð hana, gerði sér aldrei að því að hún fannst þetta hljóma svo stúpid og ég sagði við hann, þessi mynd er æði. Fyrsta kvöldum mitt, þegar ég kom inn til Reykjavíkur, þá horfðum við á hana og þegar hún var búin, þá sagði Ásbjörn, já veistu, þetta var æði. Akkur svona æðislega sem mynd. Hún er með, svona, þetta er skrítið creature feature, þetta er bara The Blob. Þessi mynd er svona hljóma óspennandi. Þetta hljómar mjög óspennandi. En þetta er handrit eftir Frank Darabont. Já, menn hann kann að skrifa. Hann er mjög góður handritstöfundur. Það er rosalega, það er hellingur af setups og payoffs. Það er mjög gott dialog og hún er með gott svona subversion of expectation af því það er karakter sem við kynnum snemma í myndir sem er svona töffarinn í leðujakkanum með síðahárið, eitur svaligæinn, við höldum þetta er fyrsta fórnarlambið, það ekki? Nei, hann er hetjan í myndinni. Það aðalgæinn? Já, því hann er byggður upp svona fyrst, en svo er hann í alvörinu bara gæinn sem er að redda öllum, fattar við. En The Blob, hver sagan? Hvað er þessi mynd? Þetta er sem sagt svona asteroid sem fellur til jarðar og það fer heimilislaus maður að þessu og skoðar þetta og það er eitthvað slím á þessu og síðan fer slímið á hendina á honum og hann bara tekur svona eitthvað yfir hendina á honum og hann er fluttur á spítala og síðan heyraði hann bara ræða in pain og þegar ég kíkja sér hann undir lakið þá vantar helmingin á búknum hans og þá er allt í hennu blobið sjálft orðið stærra. Þetta er sem sagt að fýsta á fólki og verður miklu stærra. Það bara étur það. Og sum af þessum kills í myndinni, þetta er brútal. Og þetta er allt praktikal. Það er, þú veist, það er atriða sem það sem stelpa lappar inn á þegar það er þegar þetta er að absorba eitt gæja og andlitið hans er svona tóast tilbaka og hann er þetta bara help me! Þetta er ógeðslegt að horfa á, sko. Og það er atrið sem gerist í ræsinu líka, sem er líka örugglega bara eitt af mínum uppáhalds kills ever í bíómynd, þetta er svo ógeðslegt. Þetta er rosalega stutt, en þetta er bara svona, hvað þetta var erfitt að horfa á. Hvernig var það? Þú var að segja mér það. Það er sem sagt einn af tveim strákum, svona, sem voru nýbúin að vera að fela sig, eða svona laumast inn á hryllingsmynd, svona parodi af Friday the 13th mynd bara. Þetta er elta þá tvo og aðal stelpuna eftir að þau voru að reyna að flýja frá svo hann í ræsi og síðan dregur þetta og hann í ræsisvatnið og svo poppar hann allir upp og þá vantar bara helling af húðin hans og andlitið hans er byrjað að bráðna og hann þetta er æðisleg mynd. The Blob. Hún er frábær og líka hún fer alveg út í svona skrítin kafla sem þetta er það er pínu spoiler þannig að ekki segja það. Já, ætla ég ekki að segja hvað það er en þetta er svona, þetta er eitthvað sem hefði geta verið hægt að kötta en þetta er pínu svona commentary að því Darabont er náttúrulega bara sniðuðu penni. Ok, þú ert alveg að selja mér þessi mynd. Ég held alltaf bara eitthvað að þetta er eitthvað óspennandi, einhver slímklassa. Hún er ekki scary. En hún er skemmtileg. Hún er æðisleg. Ég er alveg til í horror, hann þarf ekki að vera scary ef þetta er skemmtileg. Já, veist, eins og ég segi, ég er að setja þessa í 7. sæti yfir Possession, að Nightmare on Elm Street og Henry, sko. Þessi mynd hún var upprunalega í 10. sæti á mér, sko.
Já, hún bara hækkaði þér. Já, því ég horfði á þar allar núna, Já, einmitt, þú rifjaðir það upp. til að endur aða listunum. Þegar Blob var búin, þegar ég var búin að horfa á áspilna, við vorum bara skemmt okkur konunglega og ég bara, veistu, ég þarf að hækka hann. Og það er svolítið skemmtilegt að því að þessi móturhjóla töffari, hann Brian Flagg, cool nafn. Brian Flagg. Hann lítur út eins og ég þegar ég var 18 ára. Nei. Hann með svona síða trublaða hárið sem meikar ekki sens, þetta bara svona hliðarnar koma einhver staðar og hann skegglaus. Og þú tengir við það þannig? Nei, og Ásbjörn sagði þetta með þess að líka, ég svona alveg, hann pínu líku mér það, hann alveg, jú, ég var að fara að segja að þetta alveg uncanny, sko. Þú lítur út eins og Brian Flagg úr The Blob. Já, ég gæti auðvitað cosplayða hann ef ég langaði að fara í Halloween party, það myndi bara enginn vita hver ég er. Ég ætla að spyrja, heldur ekki myndi þekkja þig? Ég hef gert svona low-key cosplay. Ég fór einu sinni í Halloween party í leðurjakka, kamobuxum og ugglepp. Þá var ég Kurt Russell úr Escape from LA. Nei, New York. Já, Snake Plissken. Snake Plissken. Nice. Þannig að þegar maður bóða aftur, þá fór ég sem Snake Plissken úr Escape from LA. Ég fór bara í önnu föt. Já, þú tókst New York fyrst svo LA. Jep. Honum Agli, partygeskja á honum fannst það geggjað. Honum fannst þetta ógeðslega að fyndi djók. Þetta gott jók. Það eina sem ég gerði var að mæti öðrum jakka bara og með uggleppin. Breyttir aðeins. Ok. Halda áram. Yes, ég til það. En ég mæli með að horfa á The Blob. The Blob, ég er að fara að tjekka þessar. Hún er æðisleg. Það er ein mynd sem ég ætla að nefna við þig, sem er ekki á listanum, ég er ekki búin að sjá hana. Ok. Ég ætla bara að gera hana núna. Ok. Og ef hún er á listanum, þá bara, ok, cool. Ég hef ekki séð hana, ég bara sá eitthvað á Facebook eða eitthvað, ég partur eitthvað svona grúpum og eitthvað og bara svona visual úr þessari mynd ég bara, wow, ég væri að tjekka þessari mynd. Ok, hvaða mynd? 80s mynd sem heitir The Hidden. Ó, ég hef ekki séð hann heldur. Bara það dót úr þetta er eitthvað svona fer inn í fólk, eitthvað tekur yfir eitthvað, svo það sem ég sá var eins og sé eitthvað svona patta að fara út úr já, nei. Og eitthvað svona practical dót það er næsti. Kannski tjekka á henni þegar... Já, hún alla á að vera fín sem svona mynd. Hann geti sett hana því ég ætla líka að horfa á Possession bráðum með áspilna. Hann hefur ekki séð hana heldur. Possession Blob, þú ert komið fullt af hundum fyrir mér langast að sína kærastum The Blob. Hún er æði. Þetta er æðislega mynd. Því kærastum við elskar það hljóma smá svona body horror element í henni. Ég fíla svo þess og hún fíla það líka. Ok, nummer 6. Já. Svo tekur þú síðan nummer 1 og þér að við vitum hvað nummer 1 sem er. Já. Þannig í lokin. Ok, nummer 6 sem er mynd sem ég held að þér finnst léleg. Ok, ég er tilbúin. En mér finnst þú æðisleg. Og ég er búin að horfa hann alveg nokkuð oft og mér finnst hún eldast vel. Ok. Ekki allir sammál mér. Mér finnst hún eldast vel. Til að leiða ekki ska. Ok. Hvaða ár sagði hún kom út? Þessi er 88. Ok, hver leikið henni? Ég ætla ekki að segja leikstöð. 88. Ok. Já, ég skal segja Chris Randall leikurinn. Chris Randall. Fuck. Catherine Hicks. Catherine Hicks, byrju. Þú ætla að vita hvað það er. Já, ég veit að ég á að vita það, bara ég er hræðilegur þegar það kemur að svona. Að pressa. Já, ég þarf alltaf að stoppa og bara svona leifa gírunum að snúast. Ok, Tom Holland leikstöð. The Child's Play. The Child's Play. Þú hatar sem það. Nei, ég hef aldrei haft gaman að Chucky myndunum. Engum? Jú, ég hafði smá gaman að Curse of Chucky, sem kom á 2013. Og það er nýjasta? Nei, það var held ég það Cult of Chucky, eða eitthvað svona vitleysa. Já, ok, ég er bara ruglað með það sama. Mér fannst þið með svo fyndið við fyrstu Child's Play. Ég var að minnast á þetta við Ásbjörn Unna, því hann elskar þessar myndir, hann elskar Child's Play 1, 2 og 3, alveg bara stark defender. Ég er Chucky maður. En mér fannst svo fyndið að myndin er að reyna að svona, þegar morðin byrja, það er svona, er þetta Andy eða er þetta dúkkan? Við sáum hvað gerist í byrjun á myndinni. Maðurinn greip dúkk og fór með eitthvað voodoo galdur. Já, ertu að tala um að við sem áhorundur það er eins og við reyna að ruggla okkur. Já, því Andy er bara, þetta er Chucky og enginn trúar honum. Mér finnst þetta skemmtilegra ef við hefum ekki fengið að sjá Brad Dourif skotundu bana og svo
fer hann með einhvern svarta galdursþul og kemur einhver elding og... En mér fannst aldrei eins og það væri verið að plata okkur. Já, ég veit það ekki, kannski var ég bara að reyna að freyma þannig fattur. Ok. Mér finnst skemmtilega að reyna að taka þátt með áhorfundurum. Eins og... Ok, það er dæmi þetta í sjónvarpsseríu sem ég hef hort á og það er sem sagt, einn gæi er klárlega vondikallinn, við vitum það fyrirfram að hann er vondikæinn, en enginn af aðalkarakterunum veit það, þannig að þegar revílið kemur fyrir karakterina, þá er allir karakterinn í sjokki, en þetta hefur verið betra sem twist. Já, þú meina ef að þú hefur verið með karakterunum og fengið veit. Já, ef þetta hefur bara verið kynnt sem einhver annar karakter, svo er hann allt í einu, er hann the big bad. En við vitum það frá byrjun að þetta er vondigæinn, þannig að þetta er ekki twist fyrir áhörfundunar, bara fyrir karakterana. Og ég vil alltaf fá að taka þátt með karakterunum. Já, ég skilji. Ég náði, ég skil hvað við, ég náði, sko það sem mér cool við Child's Play, fyrstu, að þetta varð meira svona humordót, komikdót og Chucky sjálfur varð miklu meira svona fígúra. Já. En eins og fyrst, að þetta er fjöldamorðingi. Bradúri flytur sína sál yfir í dúkku. Bradúri fyrir líka æði, sko. Æðislegur, og mér finnst hann æðislegur sem Chucky. Og líka því að þetta er Good Guy Doll. Já. Og þetta er psycho fjöldamorðingi. Og kannski fyrir utan bara Chucky karakter, mér finnst það skemmtlur. Mér er gaman að horfa á hann. Don't fuck with a Chuck. Eins og það er atriðið þegar hann bara hittir eitthvað svona vútugæja. Já. Ég veit hvað þú mannst eftir þessu. Jú, ég man eftir þessu. Og hann er bara, það er bara dialogatriði á milli Chucky og eitthvað svona vútugæja. Ég elska það. Já, ég er alltaf, þegar ég sé Chucky myndinar, ég er alltaf verið að ímynda mér krúið og svona taka þess aðtröð upp, að ég er bara svona, hvernig gæti fólk kaldið feysi? Þetta er alltaf, eins og þú sagði áðan okkur aðra minn, þetta er þvæla. Mér stúruf selja mér þetta, líka bara hönnun á honum, svo þegar hann byrjar eitthvað svona að gretta sig eitthvað og ég dyrka. Það er líka samt svolítið skemmt, ég skal gefa þeim það með Child's Play að það var skemmtilegt að þeir gáfu Chucky svona ticking clock motíf. Þú hefur bara x mikinn tíma til að finna þér annað líkama, annars verður fastur í dúkkuna í löfu. En mér finnst nefnilega... Mér finnst það rosalega sniðut. Mér finnst hann þetta sniðut. Já, þetta er sniðut á þannig hátt að þetta gefur hann svona... En hann ásamt svo mörg tækifæri til að drepa hann fucking krakka. Já, ég þarf að horfa hann aftur, ég man ekki alveg hvernig það var. Ég man svona, mannstu þeirra í myndinni, þá eru svona gerfu auglýsingar og eitt af þeim er auglýsingi fyrir Good Guy Dollið og þá er svona gæi í svona risa Chucky búning. Ég held að það hrætti mig meira en eitthvað í öllum þessum myndum. Það var scary. Ég er bara svona, alveg ef ég sagði þetta koma með maður, fuck off! En það er sem skot í upplöfum Child's Play, þar sem nota, það er manneskja í búning. Já. Og lágvaxin dvergur eða eitthvað. Já. Og ég man þegar það sem hann hlaup stiga. Já. Það finnst mér skeri. Já, það. Af því að manneskjan er í Chucky búning. Já, það er endar. Og þetta er svona aðeins stærra heldur en brúðan. Og þú sér það alveg maður, eða svona manneski búning. Já. Mér finnst það meira unsettling heldur en eitthvað svona animatronic dúkka eitthvað. Ég hefði átt að koma með Chucky dúkkuna mína. Áttan? Já. Nei! Afturgjöf frá mömmu minni, af því mamma mín er klikkuð. En þú fílar ekki þessi Chucky? Nei, en hún gaf mér þetta til að bregða mér. Þetta er Chucky og held ég Seed of Chucky, eitthvað sem andlitið hans er svona hérna og auga hans er að poppa út. Hún sá þessa dúkku, hún keypti hana, hún sett hana á stólinn inn í herbygginu mínu og sneri stólnum baki í mig. Þannig að þegar ég lappaði inn í herbygginu mitt, þá sá ég svona rautt hár í stólnum mínum, sneri stólnum og ég Er þetta actual size? Já. Nei, það er gæðvegt. Ég á þetta bara heima á mér, ég hef átt að taka þetta með. Þú ert að taka með Chucky? Ég hef ekki að tekið svo mikið horrorstuff bara fyrir hana þátt, en það er að pakka miklu meira þar í flutti. Og fyll, sponsið mitt þegar bara fara að borða þig, bara eitthvað dúkku. Þetta er proff sem ég tók mér, svo tók ég með annað proff fyrir seinna átt. Já, ok. Já, ekki fyrir horrorþátt. Nei. Ok, það kemur ljós hvað það er, seinna. Það er skemmtilegt. Ok, Child's Play, mér finnst það aðeinslega, ég hefði samt kosið að þeir hefðu gert bara eina mynd. Já, allan daginn. Af því mér fannst þetta ekkert verið beint svona franchise. Veistu, hugmyndið sér slík, mér finnst þú getur ekkert mikið tekt þetta. Nei, á þess að þurfa að fara að leika þér aðeins. Já, náttúrulega, hvað, Don Mancini held ég sem skrifar þessa myndir. Já, ég er bara að skrifa allar. Já. Hann var ekki að sjónvarserju. Hún dætti bara í október.
Já, það. Já, ég Svo er var, spenntur. ég held að besta sem hann hefur samt einhvern tímann pennað var að hann var náttúrulega í writing tíman á Channel Zero. Já, mann síni var í því. Já, mér minni það. Hann var allavega á fyrstu seríu. Ég sá nafna hans poppa upp nokkur sinnum á fyrstu seríunni. Mér fannst þeir skemmtilegir. Já, þeir voru, ég fílaði þá. Af því þetta er svo öðruvísi. Þeir voru, ég gæði respekt, þeir voru alltaf að reyna eitthvað. Ég elska það, ég elska horror sem tekur séns. Já. Og bara, þetta er engan veginn cookie cutter. Nei, þú veist, þó að segja hitt eða miss, þá var alltaf að respekta það. Alltaf hana fóruðu þangað. Þeir reyndu það, ekki gera bara eitthvað. Líka ég elskaði bara þegar við fengum að sjá hana brúðu þættina í Channel Zero. Já, í fyrsturinni. Já, þegar við vorum að tala þetta, við fengum að sjá þetta Puppet Showið og ég hefði viljað fá svo miklu meira af því. Ég var bara þetta er óþægilegt. Það er mjög weird. Já, það er æði. Ok, þú númer 6 núna. Já. Mynd númer 6 hjá mér er, ég veit að Tommi Valgeirs mun örugglega hoppa á gleði núna. Ok. En þetta er... Já, ég veit hvað. Þetta er Hellraiser. Nú, ok, þetta er Hellraiser. Jep. Númer 6. Það er 7. seti á mér. Ok. Clive Barker myndin Hellraiser. Að Tommi fílar hana. Ég elska Hellraiser. Ég hef ógeðslega gaman af Hellraiser. En mér finnst bara svo fyndið að ég hef aldrei séð karakter fara í gegnum þessar lengdir bara til að fá að ríða. Veitu hvað meinar? Konan? Já, Julia. Já, hún alltaf lífgar hann Frank hægt og rólega við og fyrsta sem hann gerir þegar hann er búin að öðla sér nýja líka með að sofa hjá honum. Já, það er mjög góð punktur. Af því hún var alltaf að halda fræði manninu sinu með honum. Já, því hún fílaði svona bad boy vibe, hún vildi taka svona áhættur og með að því henni fannst eiginmaðurinn boring og eitthvað svona. Og Frank var ógeðslega við hann og abusive en það bara var eitthvað svona fetish hjá henni. Já. Og síðan kemur í ljósa, komast að hann er dáin og hún fer í eitthvað svona skrýtna og óholla ástarsorg og síðan allt í einu, hei, þú getur lífgað mig við og drepur náðu mikið af fólki, þá fæ ég nýja líka mig gegnum allt þetta blóð. Þú leiði mér að sjúga lífið úr því fólki. Já. Ok, Hellraiser. Áhverju er það góð mynd? Áhverju fílar hann svona mikið? Practical effects extravaganza, til að byrja með. Effektin eru æði. Æðislega. Og líka þetta fer pínu út í svona smá Lovecraft. Með The Cenobites. Já, meinar þó að maður eitthvað svona Frank er ógeðslegur, en það er eitthvað stærri en hann. Já, og líka bara heimurinn sem þetta býr til, eins og þetta puzzle box sem opnar hann svona pyntingaheim og mér finnst svo skemmtilegt. Þetta var ekki eitthvað sem að minnst á í myndinni. Ég veit að það var, þau eru svona pleasure and pain, svona verur, en í bókinni þá er þetta að þau get ekki skilgreint pain from pleasure, fyrir að pynta einhvern er það sama og pleasure fyrir þeim. Já, fyrir Cenobites. Já. Þau get ekki lengur skilgreint mununa á að stinga einhvern og að kissa einhvern, fattur það, þetta er það sama. Sem er svo geðveikt, bæling maður. Líka þessi titill, Hellraiser, ég er enda hrifnar af titlunum á bókinni. The Hellbound Heart. Já, en Hellraiser er klálega titill sem er hægt að selja betur. Já, það er grípandi. Hellbound Heart hljómar rosalega svona 50 Shades of Grey. Sem þessi myndi er pínu, þetta er bara hálfleik útgáðan að þeirri sögu og hugsa aðeins lengra. Ég enda sá aldrei 50 Shades of Grey. Svona sadomasochism. Já, BDSM eitthvað dæmi. Ok, Hellraiser. Manstu þú sást hana fyrst? Já. Þú er væntanlega búin að sjá því, ég ætla hann svo þannig því ég var yngri, ég var búin að sjá coverið. Já. Vídeólega og svona, en ég var ofungur til að sjá það. Var það eins og þér? Varstu búin að sjá coverið og sást síðan myndina, var hún öðru svona Já, ég var búin að sjá Pinhead, bara plakatið, fattur og maður hafði heyrt af þessu og maður held náttúrulega hann hét Hellraiser, bara því hann er náttúrulega framan á þessum plakatum og maður held líka að hann er kannski að vera aðaldri. Já, nákvæmlega. Hann er ekkert mikið í myndinni. Nei, hann er líka að finna þeirra ástæðan okkur og hann er svona framalega í þessir að öll Cenobite náttúrulega fá uppræðanlega miklu meira dialógu svona í bókinni og svona, en út af hvernig Hellraiser og hinn Cenobite eru hönnuð í make-up og svona, á miklu auðvöldar fyrir Pinhead að tala en hinna út af hvernig eru hannaðir. Já, eins og það er gæðin sem er svona kjarti inn og hann getur ekki tala mikið. Nei, það er svona fekk Pinhead flestu líðanar. Skemmtilegt líka við Pinhead er að hann var upp í bókin er þetta kvenmanns vera. Alveg rétt, ég var að glemma þess að hann var sem þú fyndið þegar þeir annánsuðu að þá kannski að fara að endurgera Hellraiser með konu Pinhead. Mér fannst svo æðislegt að sjá kommentin missa sig yfir að þeir eru að gera annað svona gender swap kjaftaði og ég bara svona heila lausu lömb. Ég var að gleyma að það væri kona. Ég las það með bókina. Hellbound Heart. Pinhead er uppræðanlega svona kvenmanns entity.
Og svo líka Pinhead, það aldrei notað í bókinni. Nei. Þetta var bara nafn sem hún var að gefa. En mér finnst líka svo fyndið að því það er svona stark munur á bókinni og myndinni sem er svo fyndið að því höfundur bókarinnar skrifar og leikstýrir myndinni. Þú veist, eins og ég held að dóttir þeirra var uppráðanlega, þú veist, kærasta einhvers í myndinni. Dóttirinn í myndinni kærasta einhvers í bókinni. Hvað veist þið betri, myndin eða bókin? Það þurftir að velja. Ég held ég þurfa að segja ég er meira gaman á myndinni. Ég er sammála. Mér finnst myndin betri bókin. En alltaf því Clive Barker fær aðeins svolítið að leika sér með það að hann svona tekur það besta úr bókinni sem hann sjálfur skrifa og segja ég veit nákvæmlega hvað ég get tekið úr og hverju ég get bætt við, hverju ég get breytt og maður má eiginlega ekki hvart undan því að því þetta er höfundurinn sjálfur. Já, þetta er hans verk. Já. Hann má gera sem vill. Og eitt sem ég finnst hann pínu fyndið er blóðið til að byrja með þegar maður Julius sker sig upp hann bara á einhverju nagla. Já, þetta er rosalega mikið blóð. Já, það alveg fossar. Alveg farð á spítalan maður. Þetta er ekki eitthvað sem maður setur plástur yfir. Af því að hann byrjar að mitt á því, þannig vaknar Frank til lífs. Og þetta er svo mikið blóð sem leka á. Sem er rosalega svona Christopher Lee Dracula. Papercut, blóð á gólfið. I'm back, baby! En við minnum um þetta, hann lappar á svo upp á hálóftið, þar sem að Frank hafi verið drepinn, eða tekinn til helvítis af Cenobite. Hann réttir eitthvað út frá hendina eða eitthvað til Juliu og það er bara svona, það er svo mikið blóð. Þetta er rosalega mikið blóð. Ok, Hellraiser, eldast nú vel? Mér finnst hún eldast alveg bara drullu vel. Sérstaklega út af bara effektin er ennþá ógeðslega flott að horfa á og hún er rosalega artistik. Það eru mörg hellingar af verulega bara flottum skotum. Og ég held að svona sögur óhöll sambönd og svona toxicity í því eins og possession og svona, þetta er alveg hlutur sem því miður er ennþá í gangi í dag og ég held að þess vegna geta þessar sögur ennþá tala til ákveðin hóps af fólki. Já, meina við munum alltaf tengja eitthvað við þetta. Já, því miður. Já, það verður alltaf þannig. En það er það sem gerir þessa mynd svo áhugaverða fyrir mér, en eins og ég sagði, ég hef aldrei séð neitt aðal að fara þessa lengdi til að fá að sofa hjá einhverjum. Ég aldrei hugsað þannig. Farðu bara á Tinder eða eitthvað. En mér fannst, það sem ég elska á Hellraiser, ég minnir þess að hafi sagt þetta í podcastunni, ég sá hann svolítið seint. Já, svona svolítið, svona með að ég á búin að sjá Halloween og Friday og þessar myndir. Og svo sé ég Hellraiser, ég held fyrst að það var líka bara eitthvað svona kjaftaði. En svo er alveg saga og sagan er miklu áhugaverðari en ég held. Þetta er mjög gott sko. Þetta er töff saga. Hann er reyna að sleppa úr helvíti. Frank. Hann verður að gera sig heilan áður en Cenobites fatt hans við farin. Jep. Mér finnst það svo töff Þetta er ógeðslega skemmtileg hugmynd líka. Mér finnst svo ógeðslegt að hann færa hann að krókana í gegnum húðan á sér. Það er ógeðslegt. Þetta er viðbjóður. Já. Svo líka svo, ég held að hann segir það, minnum við Pinhead í myndinni. Angels to some, demons to others. Það er svo cool, þú veist að tala um í bókinu, þeir gerir ekki lengur greina með ná kissa eitthvað eða stingi eitthvað. Já. Mér finnst það svo geggi pæling. Þetta er rosalega out there. Og það er það sem ég vil fá í hryllingsmyndum. Ég vil fá eitthvað svona aðeins með out there. Ég skal gefa Malignant, eins og ég sagði fyrst Malignant, svona Silent G. Já. En það er Malignant apparently. Og hún er mjög out there, en þetta var ekki fyrir mig. Nei, ég eftir að sjá hana. Já. Ég er samt spennt að sjá hana. Ég ætla ekki að segja það meira. Farðu bara blind. Ég fer alveg blind. Ok, Hellraiser, hvernig er þetta framhaldsmyndar? Fyrir út í game, maður. Sástu það alla? Nei. Ég þólaði því ekki. Þetta var orðið helvítið þund, maður. Sturlu staðurinn það, Mike Flanagan, Hill House gæinn, hann fyrsta hryllingsmyndir sem hann sá í bíó var Hellraiser 4 þegar þeir fóru út í game. Hellraiser 4? Já, eða eitthvað ég held að hann fór út í game 4. Jú, hann fyrir út í game 4. Eða þess að hún gerist, það fyrir þetta líka svolítið svona í backstory á það var fyrsta hryllingsmyndir sem Mike Flanagan sá í bíó. Hann sagði þetta í einhverju podcasti. Mástu hvað hann er fæddur? Hvað er hann? Hún er hvað, 94? Kemur hún 94? Hann er alltaf fæddur seint 70. Hann er ekki það gamall. En allt um mig? Gæti verið hann sé 80 eitthvað. 80 eitthvað? Hann er bara Já. Ok.
Það er náttúrulega fóruð algjör kjafta til miður. Hellraiser er perfect dæmi líka mynd sem hefði aldrei átt að vera fleiri en einn. Nei. Að því sem bara svona ein mynd, ég er alveg vissa, ég held ekki, ég er bara vissa. Ef að Hellraiser hefur verið ein stökmynd, það er ekki komið þessar framhaldsmyndir, þá væri hann að ranka ennþá hærra á öllum horrorlistum. Já, ég er sammálað þessu. Að því það er eitthvað við franchise-kursið sem tekur frá uppránulegu myndinni. Já. Svona eins og fyrsta Nightmare on Elm Street. Æðislega mynd, en það eru náttúrulega billjón núna. Þannig að búið eyðileggja þetta. Líka, þú veist, eins og með fyrstu Halloween, þetta er franchise, þessar 3 myndir inn í þessu franchise heita Halloween. Það er alltaf Halloween, Jesus. Fyrsta heitir Halloween, endurgerðin heitir Halloween og síðan kemur unofficial sequel að fyrstu 2 sem heitir Halloween. Þetta er bara svona, heyrðu, þetta er orðið svolítið erfitt. Þetta er komið gott. Ok, hvert eru konir? Er ég konið 5? Já. Varstu ekki nummer 6? Var ekki Hellraiser 6 hér? Hellraiser var nummer 6. Ok, nummer 5 er mynd sem að er masterpiece. Ég varð að hafa hana með. Ok. En ástæðan kannski fyrir hún rankar ekki herra er því hún er kannski ekki hún er ekki það miklu uppáhald hjá mér. Ok. En samt í það miklu uppáhald hún nummer 5. Top 5 er gott slott. Nákvæmlega. Og það er The Shining. Wow, nummer 5. Það er interesting. Ég held að ég er í brauðtryðandinn. Ok, er hún listan á þínum? Hún er. Hún vilt ekki segja hvað er. 4. Það kemur ljós. Nummer 4. Vá, við erum bara það er bara lið. Ég er bara nummer 5. Ok, tökum bara Shining spjall. Ok. Æðisleg mynd. Já, hún er frábær. Eldist vel. Já, ég á risastórt málverk af The Shining í herbyggjunum mínu. Þú þú geta fyllt stúdíu eða alls konar drasli? Aftur, gjöf frá mömmu. Mamma er bara algjör snillingur. Já, en hún er líka, hún bara er örugglega jafn trufluð í hausnum og ég var varðandi rollveikur. Eins og ég segi, hún var ólétt með mig þegar hún sá Seven í bíó, ég held að það segir allt sem þarf. Og það er uppáhaldsmyndirnar. Það er áhverð, það útskýrir margt, Óli. Hvernig þú ert. Ok. Það útskýrir aðeins svo mikið kannski. The Shining, þú rankar hana allan frekar hátt. Já, hún er í 4. sæti. Já, það er mjög gott. Komst ekki í top 3 samt. Ég held að hún er í top 3 í þér. Nei. Hver allir restina þessu fokkin lista sér? Það kemur ljós. Kemur ljós. Ok, Shining, mér finnst hún eldast mjög vel. Ég keipti hana á Blu-ray fyrir nokkrum árum. Og það var eitthvað búið að hreinsa hana og eitthvað remasterna eitthvað. Og það var sem hefur verið tekinu bara í gær. Já. Og það er svo geggjað. Líka Máni komur svo skemmtilegan punkt. Hann sagði, þegar við vorum að horfa hana, hann sagði, hvar er framleiðslan? Hvað talum? Þetta er bara hótel. Fattar mig? Já, basically, hann var að tala þetta lukkar ekki svo sett. Nei. Hann sagði bara, alveg, hvað var borgað fyrir þetta? Var einhverjum gæja bara gefið, kalkun og lók út og sjopp og fengið að fara á hótelana sem við vikuð það? Já, ég er nefnilega, þetta er geggjað punktur. Þetta er líka svo lifandi. Já, en það er líka hönnunin. Eldi svo vel. Og allt þetta dót, þegar Danny er á hjólinu og hljóðið þegar fyrir yfir teppið og allt það. Já, ég elska sounddesignið. Þetta er geðveikt, maður. Það var ég sá The Shining rosalega seint, en ég á rosalega skemmtilega sögu af þeirri mynd og þú mun dýrka þetta, sko. Hvað er með það? Þegar ég var í grunnskóla, þá, ég var ekki vinsalasti, ég held að það segir Nei, þú ert horror nördið. Já, ég var það samt ekki fyrir en ég var eitthvað 12 ára eða 13. Nei, ég byrjaði reyndar að horfa á hryllingsmyndir af miklum áhuga meira á seinni úlingsárunum. Að því fyrst var ég átti erfitt með að horfa á þetta. En ég er að reyna að muna í hvaða bekk ég var. Þetta var örugglega svona, ég langar að segja 7. bekkur. Skjótum á 7. bekk. Ok, hvað, 11 ára? Já, eitthvað hannig. Þá hafði ég heyrt að fótboltastrákanir, þeir fóru í einhverja svona fótboltaferð upp á land og síðan kvöldi þegar þeir voru upp á landi þá var verið að horfa á bíómynd og þeir horfðu á The Shining og mér var við sagt að þeir voru að deyja yfir þessari mynd. Að því þjálfarinn, hann Óli Týr, mér minnur hann var verið að þjálfa þessum tíma, hann er náttúrulega horror fan líka og hann bara, þetta er bara gömul hryllingsmynd, þeir höndla þetta alveg og það voru sumir sem bara, þurfti að fara út úr herbygginu, það var aðeins sem báðum að slökkva á myndinni, mér finnst það æðislega saga. Þetta er góð saga. Af því þetta segir svo mikið The Shining. Ok, þá ætti ég að spyrja út í eitt í sambandi við hana, að mér finnst það masterpiece mynd og þegar ég sé hana, þá er ég úrlingur og bara fannst hún frábær. En nú ætla ég að segja eitt.
sem er kannski umdeilt. Ok. Mér eru aldrei finnst þú skeri. Ok, ég get skilað það. Að þú skilir smákvæði. Já, hún er óþægileg. Já, ég með þetta horrormynd og það sem skotið inn í geggi og allt það, en ég mér sem því ég var úlingur. Ég varð aldrei svakalega hræddur. Nei, en það er það sem gerir samt svo skemmtilegt við suma hryllingsmyndir er að jafnblótti finnst hún ekki skeri þegar getur fundist hún nógu góð. Já, ég finnst þetta frábær mynd. Æði. Þetta er ég hún gerst á 5. seti á mér. Mér finnst hún geggjuð. Nicholson geggjaði bara allt í henni. Hótelið finnst mér svo æðislegt þessu tölum á hann og mér finnst það geggjaði punktur á hana. Virkar svo alvöru eitthvað. Svo mitt las ég eða heyrði eitthvað, sá eitthvað viðtal og þú hefur örugglega heyrt það, þú veist mikið svona behind the scenes sögur. Já. Að hótel er víst hannað þannig að það meikir hún ekki alveg sens. Kannski einhver hurð þarna eða stíi þarna og þá geta ekki verið herbyggi þarna eða þess að gefa þessa tilfinningu bara ómeð þetta, það er eitthvað off þennan stað. Já, og það líka gefur þér svona sömu innjálókana kend á karakterarnar því þú veist ekki alveg hvar þú ert inn í hótelinu. Já. Og ég ætla að segja það Lloyd the bartender atriði þegar við sjáum barþjónu fyrst, ég held að ég geti sagt það að þetta er uppáhaldsatriðið mitt í bíómynd ever. Á hverju sér það? Af því þetta er svo ónáttúruleg senna. Við sjáum Jack Torrance labba inn á barinn, það er enginn að þetta er líka risastór fucking bar inn á þessu hóteli. Síðan bara svona hallar hann höfuðið, síðan byrjar hann allt í að tala við myndavélarna eins og hann sé að tala við okkur. Bara hæ Lloyd og lítur svona í kringu sig, brjálega að gera og springur svo bara hlátri. Svo köttar þetta bara á einhvern barþjón sem er eitthvað bara svona stendur aðeins of langt frá barnum, hann er ekki upp við hann og svona yes, Mr. Torrance, og lappar sér svona hægt á hann. Ég man þegar ég sá þetta atriði fyrst. Ég var alltaf að bíða eftir að barþjóðinu myndi lungea á hann, sko. Þetta er góð punktur. Mér fannst þetta ógeðslega óþægilt atriði því hann er alltaf, þú veist, augun hans er alltaf svona eiginlega bara svona horfandi svona á hann. Alveg, er hann að horfa blíðlega á hann eða er hann að ímynda sér að drepa hann? Já, einmitt. Og bara svona off við atriði. Já, og bara alveg peningarnir þínir skipti ekki máli hérna. Það er allt frítt og maður er bara svona það er eitthvað ekki í lagi hérna. Það er eitthvað skrítið í gangi. Þetta er rosalega skrítin sena, sko. Já, þegar þú segir það, ég man eftir nefnt, sko. Og ég man líka þegar ég var að sýna vinum mínum sem ekki sýnaði manna, það var bara, þeir voru að sjá henni í fyrsta sinn og ég man bara þegar þetta atriði var að fara að byrja, ég var bara, oh my god, þetta er uppáhaldsatriðið mitt að koma, þetta er líka uppáhaldsatriðið mitt bara í myndinni og þegar þetta atriði var búið, hann breki vinum og sagði, fokk hvað þetta var óþægilegt. Shit, það er svolítið síðan ég sá sér, ég þarf að rifja hann aftur upp. Þetta er alltaf bara, þetta er svo mikið masterpieces. Þetta er meistarverk, sko. Kolfinna frænka mín, ég elska að horfa þessa mynd með Kolfinna frænku mín, því hún er líka horrorfanatic. Fædd 31. október, fædd á hrekkjavökunni, sko. Það er þetta cool. Hún er með mesta crush í heima á Jack Nicholson. Í þessari mynd er þetta bara alltaf? Bara uppáhaldsleikarinn hennar? Það er uppáhaldsleikarinn hennar. Hún elskar Jack Nicholson, sérstaklega í The Shining. Það var bara erfitt að horfa þessa mynd með henni. Og svo skoðin í hún? Bara þarf ég að gefa ykkur herbyggið. Ok, þá var ég að spyrja, er þetta besta framistæðan að Jack Nicholson? Þetta var góð spurning. Ég verð að segja nei. Hvað er það með huga sem besta? Sko, ég er mjög hrifinn á hann með As Good As It Gets. Pínu öðru sér framistæða. Ég veit að það er auðvelt að segja performance sem hann vann Oscar fyrir. Já, vann hann ekki Oscar fyrir hana? Jú, 3. Oscarinn hans. Vann hann fyrir Shining? Nei, hann var ekki eins og tilnæmdur. Hann vann Flúð og Kúkusnest, Já, hann vann fyrsta sem fyrir Kúkusnest, síðan Terms of Endearment og síðan As Good As It Gets, sem þýðir að hann vann Oscarsverðlaun í the 70s, 80s og 90s. Það er geggja svolít. Hann er líka einn af fáu leikurum sem hefur unnið Oscar 3 svar. Ef hann hefði unnið fyrir aðaleikari í Terms of Endearment, þá hefði hann verið á undan Daniel Day-Lewis að vinna 3 svar Oscarsverðlaun fyrir Best Lead. Að því Jack Nicholson með 2 Best Lead og 1 Best Supporting. Áhugavert. Og hann hefur líka verið tilnefndur á hverjum einasta áratugi síðan the 70s. Ok, en þú ert ekki með svara spurningunni. Hvað er uppáhalds performance mitt með honum? Hvað er það besta? Besta? Er það As Good As It Gets? Þetta er svo erfið spurning, ég er að reyna eða veistu, ég held ég þurfa að segja Chinatown. Já. Ég finnst hann æðislegur í Chinatown. Gott pick. Bara gun to my head, þá segi ég Chinatown.
Sitt, það er hann mynd sem verður upp maður. hún æði. Hvað er hún? 74, já. Roman Polanski. Hún var held töff maður. Já, flott mynd, handritið er líka rosalega gott. Var það Robert Downey sem skrifaði það? Já. Já, einmitt. Hann líka, síðan kom hann að framhaldsmyndin, hann að The Two Jakes. Já, ég sá hann aldrei. Já, ekki ég heldur. Ok. En ég er búin að heyra hún sé allt í lagi. Nú, ok, þetta Chinatown er svo stór, iconic mynd. Það þarf ekki margir sem fatt ekki að The Two Jakes er til. Já, sami writer, Robert Downey, og Nicholson leikstýrðinni. Já, þú segir nokkuð. Ég var búin að glemma því. Hefur hann leikstýrt fleiri en þeirri? Ég held að hann hafa bara leikstýrt einhverjum 2-3 myndum, sko. Já, svo bara hætta. Já, þú veist, sumir leikarar prófa leikstýrastólinn af og til, en þeir bara finna sig ekki í gýrnum. En svo ertum við að vinna svo Clint Eastwood, þeir prófa leikstýr og svo hætta þeir ekki. Þú eru 90 ára. Hann er 91 og svo hann er að fara að gefa út mynd sem hann leki og leikstýrði í ár. Þessi gæi er fucking hetjan mín. Hann er maskina. Ég elska Clint Eastwood. Hann er topp 5 leikstýri á mig líka. Áhugavert. Bara ég ber svo mikla virðingu fyrir manni. Hann gefur út misgóða myndir, en það er alltaf eitthvað persónlegt á bakveðar. Geymið þetta spjall, það getur vel verið kannski að gera um Jenny Eastwood þátt. Það er heil hilla í DFD-villinu minni til einhverju Clint Eastwood myndum. Ok, að því mér langar það að gera, ég tók nú daginn með Kíló, ég ætla að gefa hann út, Tom Cruise þátt. Já. Mér finnst gaman að kannski, að það var alltaf planin líka, að hafa eitthvað svona þættir sem eru tilengaðir leiksturum eða leikurum. Ok, höldum áfram, ég á með Shining, hvað ert þú með? Númer 6. Nei, númer 5. Já, númer 5. Evil Dead 2. Ok. Villu mynd. Þurfum ekki að tala meira um hana. Þurfum ekki að tala of mikið um hana. Þetta er bara við elskum hana mynd Sam Raimi er aðeinsluður. Villu mynd. Það er nefnilega því það er svolítið fyndið því síðan er mynd nummer 4 hjá mér The Shining líka. Það er The Shining. 2 myndir sem eru búin að koma. Við erum búin að cover þær. Ok, Evil Dead var nummer 5 hjá þér og nummer 4 þér er Shining. Nummer 4 hjá mér er ég er búin að tala aðeins um þessa mynd við Tóma Valgis. Ok. En ég á búin að læsa listan, ég ætla ekki að vera að breyta hann. Nei, sko, ég er ekkert frá því að þessar síðustu verða örugglega mjög svipaðar hjá okkur, en við ætlum samt, ég ætla samt að reyna að bæta alltaf ofan á. Ok, nummer 4 mér er mín uppbóls Cronenberg-mynd. Ok. Sem heitir The Fly. Mér finnst hún masterpiece. Hún er snild, The Fly. Ég mitt fekk að sjá skrýning af henni þegar Cronenberg var á Íslandi. Já, þú sást hann í bíó og allt. Já, ég fengi að hitta Cronenberg. Áttu ekki myndaðar með Cronenberg? Já, myndaðar með Cronenberg, já, The Fly og Videodrome áritaða, þar sem hann áritaði líka hatti minn. Það er ekki. Herru, þú sýndu við mynda því það ekki? Minni það. Ok, þá ætla ég að spyrja, þú ljómar svo mikil Cronenberg maður. Ég er mjög mikil Cronenberg fan. Hver er besta myndið það? Sko, það er mjög auðvelt að segja The Fly. En það finna ég á mjög erfitt með að velja hver mér finnst best, af því ég er alveg hardcore Cronenberg fan. Er búin að sjá þar allar? Flestar, af því þegar ég var að búa til hann að lista, það hefði auðvitað geta verið alveg 2-3 ár, fattar þú? Þetta bara getur verið Cronenberg listi? Já, ok, ég hef aldrei sett Scanner saman inn, fattar þú? En léleg? Ja, bara, hún er bara svona eldist mjög svo vel, fattar þú? Eldist ekki vel. En, þú veist, ég hef getað sett Dead Ringers með Jeremy Irons. Já, ég sá, það var nokkra sem ég ekkert sé. Og ef hún hefði komið út 2 árum fyrir, þá hefði ég getað sett Naked Lunch, hún er æði. Var Peter Weller henni? Já, hún er snill, sko. Ég er mjög hrifin af Cronenberg. Það er ég hef svo mikið áhuga á, já, ég hefði líka bara getað sett Videodrome á listan, fattar þú? En já, eins og hún, ég ofta að sjá hana, er hún ofsteikt? Nei, hún er trubluð. Á góðan. Já, þetta er hann, James Woods basically kemst að svona underground ring af fólki sem býr til snöfffilms. Og það hljóma vel. Já, það er líka svona body horror í þessu og það kemur interesting approach á body horror. Ég elska hvernig Cronenberg fer meira svona út í body horrorið og hvernig þetta er svona einhvern veginn áróður á ákveðna hluti. Er hún of mikil þvæla? Er þetta alveg svona... Ég get ekki sagt að Videodrome sé mynd fyrir alla. En mér finnst hún mjög góð. Ég fekk Cronenberg til að skrifa tagline myndarinnar á Blu-rayið fyrir mig, ekki bara árita nafnið sitt. Ég spurði hvort hann gæti skrifa Long Live the New Flesh. Það tagline. Yep. Og menn talar eitthvað við það? Já, skemmtilega var, sko. Hann var að árita í Nexus
og ég mætti þangað, ég fór 2 í röðina til árenda. Nei. Já, því fyrst ég fór árenda og náttúrulega þetta var í fyrsta sinn sem ég fitt celebrity orðið starstruck. Ég verð vanlega aldrei starstruck í kringum frægt fólk. Þú veist, bara eins og ég hef spjallað og átt gott kvöld með Ezra Miller og við erum email buddies, fattaru. Hann misti það samt svolítið. Já, þess vegna talaði ekki við hann lengur. En berði ykkur að stelpur í Íslandi. Já, en sko, ég man bara, ég var stjarfur þegar ég hitti Cronenberg, sko, og hann líka íkon. Og ég gleymdi að láta hann árita hatti minn sem ég ætlaði að biðja fyrst. Þannig ég fór aftur í röðuna svo hann geta árita hatti minn. Skemmtilega var, eftir að þetta var búið, þá var Cronenberg ennþá, bara chillandi með Nexus fólkinu, að þau voru, ég held að voru að býja eftir að Páll Óskar var að koma, því Páll Óskar fekk líka hittan, en ég var bara, ég bara, fuck it, ég verð að prófa þetta og ég fór bara að heilsa upp á Cronenberg og ég fekk að spjalla við hann. Virkaði hann næs? Hann var mjög næs, hann var mjög almennlegur og ég gleymi aldrei að því ég var að tala við hann og eitthvað svona og hann setti hendina sína svona á öxlin á mér á meðan hann talaði við mig, svona rosalega vinnuleg, ég var aftur bara, ég var að reyna að fríka ekki út. Hvað var þetta? 2015. Nei, þetta 2016, þetta á 30 samanlega The Fly. Já, djöfull, ég vilja fara líka. Og vinur minn Helgi, ég fór með hann á The Fly þessa sýningu, ég átti 2 miða og það skemmtilega við það að Helgi hafði aldrei séð The Fly, þannig að hann fekk að sjá hann í fyrsta sinn í bíó á Q&A sýningu við David Cronenberg. Shit, það hefur verið klikk. Þetta var æðislega, sko, það var líka gaman að horfa á þessa mynd með Salum eins og þegar hann að taka af sér nöglina, þetta viðbjóður. Það atrið í þessar mynd sem eru fucked up. En ég ætla að reyna að spara aðeins mitt spjall á The Fly, því hún á listanum. Ok. Þannig að þú mátt segja mér af hverju þú elskar hana og svo get ég farið út í mitt tangent á eftir. Ok, mitt tangent. Mér finnst hún rosalega áhugaverð. Finnst hún eldast mjög vel. Hún líka svo gott approach á remakeið varandi það, þú veist, upprunalega myndin bara gæði sem fer í gegnum með cloning, bara með einhvern fluguhaus og bara hlaupandum og eitthvað. Já, ég sá reyndar ekki upprunalegu, en hún virkar alveg svolítið svona kjánalegri, heldur en þessi Cronenberg útgáfa. Það bara það sem þeir gerðu svo rosalega vel í The 80s, þeir tóku myndir sem höfðu áhugaverð koncept svo í alvörunni nýttur, eins og The Blob, fattaru? Já, The Thing. Já, bara gert eitthvað almennilegt út úr þessu. Já, algjörlega. Mér finnst þau æðisleg, Gene Davis og Jeff Goldblum. Goldblum alltaf æði. En þetta örugglega uppáhalds Jeff Goldblum hlutverkið mitt. Ég held það. Já, hann mjög flottur í þessu mynd. Mér finnst það mjög skemmtilegur. Og mér finnst svo gaman að því ég horfði aftur hana fyrir stuttu síðan, kærustunni. Kærustunni var svona æðisleg, hún aldrei síðan hana. Þetta frábær mynd. Og ég var líka því ég var að horfa á hana, ég var bara djúl, fuck, hún svo góð þessi mynd, maður. Og hún líka svona, eins og þú og Tommy Valgeirs myndust á og þá þetta svona eins og svona áráður á fíkniefnaníslu og... Já, AIDS faraldurinn, alls konar svona einhver ádela eða eitthvað á það. Það gefur næðið svona auka layer, þessari mynd. Make-upið, effektarnir, finnst mér ennþá geggjaðir. Þetta bilun. Þetta ennþá geggjað. Og þetta bara svo miklu skemmtilega, við höfum aðeins rætt þetta. Ég ekkit svakar að hreyfuna tölvubrellum í hryllismyndum. Nei. Mér finnst þurfa að vera eitthvað svona áþreifanlegra. Eins og bara með The Thing, alls konar dót í þeirri mynd, eitthvað kóngulóhaus og eitthvað. Hann á staðnum. Þótt þess ekki alvöru, þá var þetta á staðnum og tekið upp. Áþreifanlegt. Tölvugjert, þetta bara teiknað. Já, þetta gefur líka leikurunum eitthvað til að bregðast við. Já, bregðast við. Og sjá eitthvað svona make-up og stútalega taka eitthvað neglur. Þetta miklu skemmtilegra þegar þetta gerfi, make-up og latex eða eitthvað gummi eða eitthvað. Ég get ekki horta atriði með nöglunni, sko. Að ég alltaf að fikta í nöglunum sjálfur og ég alltaf svo hræddur að ég gera þetta óvart sjálfur. Takk í nöglunum. Svo eitt skot í þessa mynd sem mér finnst æðislegt. Og það þegar hann klifrar upp. Ég heldur hafi gert það þannig að voru ekki bara með veistu það? Voru ekki með svona snúnings? Hvað eins og í A Nightmare on Elm Street? Já, eitthvað þannig dæmi. Þetta var eitthvað þannig að þetta var tekið upp á einhverju hlið, bara svona sætuðis, eða þið gætu hafa snúið þess einhvern veginn við. Ég man það ekki alveg. En það varstu flott að hann fer alveg sko af gólfinu á vegginn og upp í loft minnum alveg. Jú, það var snúnings. Það ekki? Jú. Kannski svona svipað eins og gerði hann ekki í Inception líka? Jú, rotating hallwayð. Já. Ég held að það verið eitthvað svoleiðis pæling, minni mig. Já.
Mér finnst það geggjað. Þannig það er líka svona cool, svona visual dót í henni, þar sem hann er eitthvað aðeins að leika sér, Cronenberg. Og mér finnst þú líka bara, ég myndi kannski ekki segja að hún er scary, en hún er óþægileg. Já. Og hann verður þetta Brundlefly. Brundlefly. Elsk það. Cronenberg er líka með svolítið skemmtilegt cameo í þeirri mynd. Hann er hann að lækninu sem er að taka á móti barninu í draumasíkvensinu. Já, var hann bara í því eftir? Já, það er cameo hans og hann var með skemmtilega sögu af hverju hann endaði að vera með cameo þarna. Af hverju? Að því Gina Davis apparently hataði gæjan sem átti að vera þetta hlutur, bara líka eitthvað rosalega illa við hennar mann og bara ég get ekki verið í kringum hennar mann og eitthvað blablabla. Cronenberg sagði, já ég meina þegar falleg kona byðu að vera á milli lappana sinna, hvað þetta ég að gera? Segja nei. Það sagði já. En veistu hvað mynd ég hugsa, random hérna, þetta tengist Cronenberg. Veistu hvað mynd ég hugsa alltaf þegar ég hugsa David Cronenberg? Það er ekki mynd sem hann leikstýri. Ég veit hvað myndir þú ert að tala um, en ég er búin að týna nafni, hann leikur í henni, hann er hann með sokkagrímuna hann. Leikur morðingi í henni? Já. Ég er búin að týna nafni á myndin, en ég veit hvað þú ert að tala um. Þú veist hvað myndin er? Já. Nightbreed. Nightbreed, thank you. Hann er æðislegur í Nightbreed. Akkur lék hann ekki vera? Hann er svo, hann lítur út eins og Hammer-fígóra, nú þegar þú minnist á þetta. Það er eitthvað creepy við hann. Já. Það er eitthvað creepy við hann. Ég myndi ekki vilja mæta honum í myrku húsasundi, sko. Nei, hann er alveg svona frekar stórt hlutverk í Nightbreed. Já, ég þarf að fara að horfa á Nightbreed á þér. Hún er ekki svangilega góð, en hún er alveg svona lala skemmtileg. Það er Clive Barker. Já, alveg rétt, það var Clive Barker. En já, The Fly var í, fjórðasæti hjá þér, sagðir það? Hún er í fjórðasæti hjá mér. Hvað ert þú komin nummer 3? Já, því The Shining færi nummer 4. Er ég þá að færi nummer 3? Já. Það er mynd frá 1980. Kemur sama ára The Shining, en ég sett hana yfir The Shining. Hún er með George C. Scott. Já, hlutur ekki. Er þetta Changeling? Þetta er The Changeling. Hún er frábær. Hún er stórkostleg. Hún er spooky. Það er svona að setja hann yfir The Shining. Já, þú ert með hann í þriðja seti. Ég veit af Siggi félagi minn, sjátt á hann ef hann hlusta á það. Hann dýrkar Changeling. Hann benti mér á hans tíma. Ég var næstum því búin að hafa hann sem nummer 1. Nei! Já, næstu ég búin að gera það. Þetta er ein besta Haunted House mynd sem einhvern tímann hefur verið gerð og ég elska draugasögur, ég elska Haunted House og ég elska George C. Scott. Þetta er einn besti leikari sem upp hefur verið. Ég vildi óska að Exorcist 3 hefði komið út 89 en ekki 90 af því þá hefði hún verið á þessum lista líka. Exorcist 3, ég sá hann aldrei. Hún er frábær. Aha. Hún er stórkostleg. Ég held að það var alltaf ruslegt í fyrstu. Nei, Exorcist 3 er æðisleg mynd. George C. Scott er að leika löggu sem er að afhjúpa allskyns morð og fórhundanlega finnast þetta blóðlaus og vantar hausinn á þeim. Nei, það er svolít mynd. Hún er æðisleg, hún er líka með rosalega gott dialog. Dialog í þessari mynd er ógeðslega gott og hún er með svona, eitt af mínum uppáhaldstegund af horror er implied horror, af því þegar George C. Scott er að skoða líkin, við fáum ekki að sjá líkin, við fáum bara að sjá hvernig hann bregst við að sjá hana viðbjóð. Finnst þið það Finnst þið það skemmtilegt að fá að sjá viðbjóð? Já, náttúrulega, það er stundu gaman að sjá þetta, en þetta er bara ekki þannig mynd. Já, nei, ég skil ekki. Hún virkar betur svona. Hún er alveg súræðilega á köflum, hún er líka með heimsins besta jumpscare, þannig að... Exorcist 3? Já, frábært. Tengist hún eitthvað? Já, hún Þar ég verið búin að sjá 1 og 2? Ekki 2, það var enginn að þurfa að sitja í gegnum Exorcist 2. Ég sá ekki 2, ég sá bara fyrstu. Hún tengist pínu fyrstu, þess að ég verið búin að sjá fyrstu. En hún er nógu standalone, því hún er byggð á annari bók eftir William Peter Blatty, sem heitir Legion, en þeir vildu auglýsa hana sem Exorcist 3. Að því þetta er frá William Peter Blatty, svo skrifaði bók. En þú veist, er þetta eitthvað svona possession dæmi og eitthvað? Já. Já, ok. Það er svolítið svoleiðis og Brad Dourif fyrir henni, hann er vondi gæðin. Nei! Hann er djöfullin, The Gemini Killer. Hvað sagði það væri frá 90? Já. Ef hún hefði komið 89 þá hefði hún örgulega verið á top 5 hjá mér, sko. Ok, Exorcist 3, hvað var það? Changeling? The Changeling. Okay. Ég fór bara í svona smá George C. Scott ræðu, elskaði hann mann. Eldist þú vel, langt sér sást hana? Nei, þú sást hana alltaf bara um daginn. Ég horfði á hana bara í gær og í dag. Og í dag? Já, ég þurfti að velja. Ég var að raðinni á millið The Shining og... Ok, þú ert alltaf hardcore komið á maður. Ok, Changeling, ég hugsa þessi mynd sem margir eru ekki búin að sjá. Örugglega ekki. Þetta er rosalega mikil svona cult sleeper mynd. Af hverju er hún svona ofalega hér? Hvernig myndir þú selja fólkina sem ekki sé hana? Þetta er hún er rosalega svona
creepy, þetta haunted house mynd, hún ekkert feimið við það, en náttúrulega, en þegar maður gerir haunted house mynd þá þarf maður að fylgja ákveðnu klísjum, Changeling kemur út áður en þetta verða klísjur, en sagan bara svo rosalega flott, þetta George Scott sem hann miður sín yfir að hafa mist konuna sín og dóttir, og hann bara einmanna og hann líka svona composer og kennir tónlist, og hann flytur inn í svona frekar stórt hús til að geta einbeitt sér að vinnunum sinni, og hann byrjar að taka eftir að það eitthvað ekki rétt í húsinu. Það eru hljóð sem að myndast út úr engu, það bara eins og boilerinn í fucking húsinu bara með endalaus læti, bara lagnirnar eru klárlega ekki í lagi og alltaf klukkan 6 á hverju morgun þetta með læti í 30 sekúndur og hættir svo bara. En það sem ég elska við það hvað fyrsta sem hann gerir, hann fær einhvern gæja til að skoða þetta mjög gáfaður horrorkarakter, hann svona byrjar hann að reyna að finna ástæður, og svo byrjar hann að heyra raddir inn í húsinu, hann eitthvað bara, þetta ekkert allt í lagi, og ég elska það, þetta fer frá því að vera svona að þegar hann fattar að sé draugagangur, þá bara ok, ég þarf að komast á botninn og svo verður þetta smá svona detective saga, þar sem hann að skoða forsögu húsin, svona history of the house og hverju byggu undan mér og af hverju ég að sjá hann strák í hausnum á mér, og ég þarf að sjá hann aftur maður. Þetta æðisleg mynd. Langt síðan sá hann. Hún er með svo lúmskar leiðir til að gefa manni the creeps, eins og að atriði með skopparaboltanum. Það sem ég elska að því þetta svo mikill George Scott hlutu til að gera, það skopparabolti sem skoppar niður stigan, og þetta skopparabolti dóttir hans, og hann vill ekki að einhver draugur sé að fokka í þessu. Skopparabolti kemur niður stigan og hann tekur boltan, hann fer út í bíl, hann keyrir að næstu brú og kastar boltanum honni í ána. Hann vill bara losa sig alveg við þetta, og síðan hann aftur í húsinu, þá heyrir hann allt í einu annan bolt að skoppa, og þá tekur hann boltan upp og hann rennandi blautur. Þetta svo gott! Þetta gott. Þetta frábært. Þetta fer líka bara, þetta verður allt í einu svona murder mystery, svona paranormal murder mystery, og mér finnst það ógeðslega sniðut spinn á svona haunted house myndir, og George Scott frábær, allir leikararnir eru stórkostlegir, en þetta bara George Scott show. Ef þú verður að gera draugamyndir, draugamyndalista, heldur hún myndir ranka mjög hátt hjá þér? Hún væri nú örugglega bara aftur í topp 3 hjá mér, sko. Ég elska þessa bíómynd. Og ég sá hann ekki í fyrsta sinn fyrir hann held ég bara 2017 eða eitthvað, sko. Já, það ekki talan sem sást hana? Nei, ég raunin ekki. Ég sá hann í fyrsta sinn með Helga vinnu minn þegar við vorum bara svona kíkja yfir hellingar hryllingsmyndir sem gamlar og nýjar sem við höfum ekki séð. Og þessi hafði bara einhver áhrif á mig. Mér fannst hún bara mögnuð. Ég þarf að reyja hann eftir upp. Það óvægt sem ég sá hana. Hún æði. Mér fannst hún mjög góð. Ok, þetta þriðasti hér. Já. Þriðasti mér, næstu 3 ár, það bara easy, eitthvað bara, við erum mögulega búin að tala þær. Já. Númer 3 mér Nightmare on Elm Street. Já. Hún bara, persónulega, þegar ég sá hana fyrst, með æðislu karakter. Hvernig var það fyrir þig að sjá hana fyrst? Þetta langar mig að heyra. Hún alltaf kemur, þú ert fæddur 83, hún kemur út ári eftir, þannig ég geti rétt ímyndum mér og sást hann ekki í bíó. Ég sá hann ekki í bíó. Ég sé hana eins og margar heilsmyndir, eins og ég nefndi í podcastun áður, pabbi minn kvikmyndaámaður, en hann ekki mikið fyrir horror. Nei. Ástæður ég actiongauður út og hann actiongauður. Og hann var að sýna mér Schwarzenegger og Stallone og Van Damme og eitthvað svona. En horror uppgötaði ég svolítið svona sjálfur, þegar ég var úlingur og með vinum mínum. Og Nightmare on Elm Street, af því maður hafði séð coverið, eins og með Hellraiser. Sterkasta cover minningi mín Nightmare on Elm Street og Hellraiser. Já. Bara hver þessi gæði með hattinn og hver þessi gauð með svona nagla í hausnum og eitthvað. Og þegar ég sá síðan myndina, mér fannst það bara svo, mér fannst það scary. Þegar ég sá Nightmare on Elm Street fyrst, þegar ég var úlingur, mér fannst það scary. Mér fannst Freddy Krueger scary. Mér fannst bara svo geðveikt áhugaverð saga og hugmynd. Svo þegar ég las líka að Wes Craven fékk hérna hugmyndina, þú veist þetta líka örugglega, hann var úr einhverju blaðagrein. Já. Það sem það var eitthvað sem minnum alveg örugglega, sem dó bara í svefni eða eitthvað, manneskja, og þegar löggan fór heim til hans, það fannst kaffivél og alls svona drasl, eins og hann væri hann að halda sér vakandi. Er þetta ekki rétt sem hann? Hefur ekki heyrt það? Jú, hann var líka búinn að segja, hann var búinn að vera að halda sér vakandi geðið lengi og það var fólk að spurja hann bara, þú ætti að vera að sofa eða eitthvað, hann sagði, nei, ef ég fer að sofa á degi, sko. Já.
bara eins og hann vissi það. Já, og Cravens las þessa frétt. Mér finnst það líka geggjað þegar kvikmyndagerðarmenn fá kannski einhverja hugmynd, kannski stutt blaðagrein eða eitthvað, Já. og hann sé hann býr til þennan iconic morðingi sem Freddy Krueger er. Líka bara það nafn, Freddy Krueger. Þetta æðislega nafn. Geggjað nafn. Þannig að já, þegar ég sá hana, hún var spooky, virkaði á mig, mér finnst það skemmtileg, gaf hann Johnny Depp. Mér finnst partur af henni, eldast nokkuð vel, mér finnst aðri partur af henni, mér er svo leitt að segja þetta, Já. eldast ekki nógu vel, og mér finnst Heather Langenkamp ekki góð í þessu. En John Saxon er ég elska hann. John Saxon. Þannig já, það er svona mitt take á Nightmare on Elm Street. Já, Elska hana. Ég setti hann, hún var bara í 9. seti á mér bara því, þú veist, 80s horror mynd, þú getur ekki búið til top 10 lista að hans hafa Nightmare on Elm Street þarna. En eins og ég segi, ég ber svo mikla virðingu fyrir þessu mynd bara varðandi frumleikana á henni. Mér finnst þetta er svo rosalega out there. Cool saga, það er svona hugmynd. Líka bara gott spinn á slasserinn. Algjörlega. Ef þú ætlar að gera slassermynd, þá þarftu að brjóta formúluna og svolítið. Mér finnst líka alveg, þegar maður tala slasser, þar eru taldar slassermyndir. Mér finnst samt svolítið erfitt að setja Nightmare on Elm Street við hliðin á Halloween og Friday. Já, náttúrulega fyrstu. Já, fyrstu. Ég er að tala fyrstu. Ef við tökum bara fyrstu Friday, fyrstu Halloween, fyrstu Nightmare, Já. Ég veit alveg strax hvað mynd mér finnst vera mest uník. Já, og ég myndi aldrei setja að Nightmare on Elm Street sem slassermynd við hliðin á fyrstu ef við erum bara að tala fyrstu. Já, þú myndir ekki kalla bara horror. Já. Þetta er pjúra horror, þetta koncept og allt það. En svo verður þetta náttúrulega bara svona slassermyndi bara, sjá allt þetta fólk sem við getum dreifið. Já, þetta verður svona útþynnt eitthvað. Þess vegna ég hef viljað hafa Nightmare on Elm Street bara eina mynd. Ekki franchise. Þetta er náttúrulega bara á þessum tíma, þetta er bara að vera að elta peningin. Já, algjörlega. Bara ef mynd græði pening, eins og, hvað, kom ekki Nightmare 2 bara árið seinna eitthvað. Mér minni það. Bara verið að henda þessu út. Já. Og það líka tekur bara út hugmyndafræðina. Þess að finnst mér svo skemmtilegt að það eru 3 góðar Nightmare myndir og það eru allar tengdar Wes Craven. Er það 1, 3 og... New Nightmare, já. En 3, þú veist það Dream Warriors. Ég veit, mér finnst hún skemmtileg. Hún er skemmtileg. Hún er samt hallarsleg. Já, hún er það. En hún er bara heilólist fjör. Já. Aftur Chuck Russell og Frank Darabont. Það er rétt, já. Gæðirnar á bak við The Blob. Það er rétt. En ég man bara það er eitt karakter í henni, það er einhver kona. Já. Þau verða, þegar hún heitir svona Dream Warriors, verða eitthvað svona... Fyrir það sem að hlusta Óla að gera svip. Hún verður eitthvað svona gett svöl gella með hanakam og svona eitthvað switchblade hnífa eitthvað svona leð. Mér finnst það samt skárra en The Wizard Master eða eitthvað Dungeon Masterinn. Já, en hann er bara nörd, skilur þú. Já, en hann er samt í þessum Wizard búningi. Það versti Dream Warrior. Já, en hún er samt með eitt rosalega flott sequence þegar hann er að nota hann eins og strengjabrúð. Þetta er ógeðslegt. Ég meina, hún er skemmtileg. Hún líka tala eins og eina bestu Nightmare myndunum. Alveg að ekki ástæðalausu. Hún er bara skemmtileg. Mér finnst líka, þarna ertu með góða balansi milli Freddy að hann er ennþá pínu intimidating en hann er líka orðinn pínu quippy. En then again, Freddy Krueger hefði aldrei átt að vera þannig. Nei. Hann á bara að vera svona creepy stríðnispúki. Já. Ekki Welcome to prime time, bitch! Já, þetta er bara svona, hvað er þessi lína? Hann er í sjónvarpinu. Ok, Nightmare mér. Já. Hvað er þér? Hvað er í 3. seti? Ertu ekki konið? Nei, var ekki Changing í 3. seti? Jú, 3. seti. Herðu, það er mynd sem við erum líka búin að tala um. Hvað er nummer 2 hér? John Carpenter's The Thing. Já, hún er nummer 2. Djöfitt, ég var alveg bara svona, hún lítur að vera nummer 1. Það er rosalega auðvelt pick. The Thing? Já. Af hverju hún svona góð? Það er náttúrulega, það er hægt að segja svo mikið um þetta er besta myndin af öllum myndunum á listanum mínum. Alveg, þetta... Finnst þú hún betur en Shining? Já, í rauninni. Wow. Mér finnst, The Thing er náttúrulega bara perfect fucking bíómynd. Mér finnst hún masterpiece. Hún er svo vel structured, hún er svo vel sett saman, þú ert með endalist af flottum karakterum, hún er spennandi, hún svínlúkkar ennþá í dag, bara hún... Það er valla rammi í þessari mynd sem eldist illa.
það er bara Sammála. það er bara þetta eina matte painting skot sem trubla með en það er bara því ég veit að þetta er matte painting Já. það er bara, Ég var alltaf fyrirgjöf veistu hvað mér samt ógeðslega að fyndi við það þing Já. hatturinn hans með Krítis þetta er stærsti hattur sem ég sé Ég bara ég sammála, ég bara elska með Krítis svo mikið. Kurt Russell er líka æði í þessari mynd hann er náttúrulega bara lúmst besti leikar allra tíma hann bara Akkur sér það? Það er bara ekkert sem þessi maður getur ekki leikið. Nei, það er rétt. Hann bara púlar það, hann getur verið hjartahlý og góðu gæinn, hann getur verið svona anti-hetjan, hann getur verið svona gæinn sem maður ætti að treysta en treystir ekki, hann getur verið vondi gæinn. Hann getur verið fatherfigure. Yeah. Hann getur verið jólasveitnin. Ég myndi bara að tala daginn við Bjarna með mig, Breakdown. Já. Með Kurt Russell, af því það leikur hann bara vellengur. En það er svo fyndið, þess að þú segir, hann getur leikið allt. Þegar svo leikur hann Snake Plissken, sem er grjótarður, og eitthvað svona venjulegan gaur sem bara, hvað er kona mín, Hilur, og svo þú segir, jólasveitnin. Og eins og í Vanilla Sky, sem ég var eiginlega búin að gleyma, það er eitthvað sem myndi á það í podcastinu, þar leikur hann svolítið svona father figure, eitthvað svona mentor. Já. Skilur Svo leikur hann hérna sheriffin í Bone Tomahawk. Já, það er svo geðið ykkur leikar. Ok, Kurt Russell er besti leikari alltaf. Hann er það! Hver elskar ekki Kurt Russell? Einmitt, og líka sko, ég veit að ég er straight kartmaður, en Kurt Russell með skeggmaður, holy crap. Er það með flottasta yfarskegg sem þú séð í Hollywood? Sko, Flottar samanljótt? Ég get ekki alveg sagt það, en mér finnst, þegar hann er með svona sítt hár, síða gráa hárið og svona pínu úfið skegg, en ekki allt og mikið, þetta er það svalasta Amy. Hvernig fannst hann þessi lúki hans í Hateful Eight? Walrus mustacheið. Mustache hans fekk fucking sound effect. Tókst aldrei eftir því? Þegar hann er að tala if you're telling me you're the new sheriff of Woodrock, eitthvað, Red Rock, it makes me wanna horse laugh. Það kemur svona þegar hann tvörla mustacheinu. Ég er búin að sjá hann oft, ég myndi geta því. Það er okay. En já, Kurt Russell er æði. Það er ekki hægt að hata hann á mann. Er það Man-Crossið þitt? Já. Hann og Ewan McGregor, sko. Já, þú elskar Ewan McGregor. En náttúrulega Kurt Russell er líka, þetta er svalasti leikari í heimi. Hann er ógeðslega svalur. Eins og ég segi. Ég elska Kurt Russell. Það er náttúrulega ekki hægt en að elska hann ekki, sko. En svo líka hann og Carpenter eru svo rosalega skemmtilegt heimi. En að við erum að tala um Carpenter. Og The Thing, Masterpiece, ég hef ekkert mikið við að bæta, hún nummer 1 hjá mér. Já. Hún bara, ég elska þessa mynd. Og Carpenter myndinar. Það hamstu Tóma. Finnst þér að eldast vel yfir höfuð? Nei. Af hverju eldast það svona misvel? Ég held að sé... Sami leikstur? Já, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé bara eitthvað svona... Hann leggur of mikla ástríðu í myndirnar sem eru verulega góðar og þær eldast alveg ágætlega vel. Þetta er hérna availability heuristic. Þetta er það sem þetta heitir. Þetta er alvöru törm. Þetta er eitthvað sem ég týndi þessu törmi í fyrsta etturum okkar. Ég nefndi þetta þá. Já, þegar vorum að tala um Shane Black. Já, ok. Og Shyamalan. Já, og Shyamalan. Þú leggur svo mikla ástríðu í eitthvað og þegar gengur vel, þá gerur það ennþá betur næst. Og þú ert að gera sömu ástríðu eins og Shyamalan skrifar Sixth Sense 10 sinnum. Snildarfokk í bíómynd. Og hann er búin að leggja endalus að vinna í Unbreakable, önnur gargandi snild, Signs, ok, þú veist. Ég elskar Signs. Hún er alltaf lagi, en fattar hún græðir endalus á pening og hann elskaði Signs. Síðan leggur hann aðeins og mikla ástríðu í The Village sem fer misvel í fólk og það er einhvern veginn svona, það plantar þessu síti í að þá var hann farin að leggja áherslur á ranga hluti. Þetta er eins og Shane Black, hann leggur svo mikla ástríðu hvert einasta handrit sem hann skrifar, en síðan bara varð Long Kiss Goodnight, hún bara tankaði og það er náttúrulega sama með Gina Davis af því hún náttúrulega gerði þarna Cutthroat Island sama ár. En Long Kiss Goodnight er góð. Já, en þú veist, hún bara græðir engan pening og critics voru ekki þar hrifnir á hún eitthvað hannig. Og Shane Black skrifar ekki annað handrit í bara 8 ár, hann fann bara fyrir, ég geti þetta ekki lengur og það er engin ástríða. En hann fóð líka sann, ef ég mændar rétt, á þeim tíma, þegar hann selur Long Kiss Goodnight, þetta var dýrasta handrit sem hafi verið keypt. Já. Og hann fóð sem bara okkur cocaine bender, sko. En með Carpenter, hann leggur bila ástríði Halloween. Hún græðir allan heimsins pening, allan með tíman. Og síðan, sko,
kemur The Thing sem bara ein besta bíómynd allra tíma en gagnrýnendur hata hana og hún græðir ekki kanil og síðan gera hann og þá leggur hann samt alveg svona góða ástríði í Escape from New York sem fólk dýrkaði en það er alltaf eins og engin af myndunum hans næra að vera jafn góð og fyrri það er annarkvort bara miklu betri eða töluvert verri og það býr til þetta svona á þessum availability heuristic skala, hann eitthvað off þannig ég held að það sé ástæðan einhverju myndendar hans eldast með þessu vel, ég held að þetta sé bara hann veit ekki hvað hann að leggja ástriðuna lengur Hvernig finnst þér Escape from New York allast? Mér finnst það alltaf vel Aha. Já, mér finnst það æði hún með svo gott soundtrack Já, en gerir hann ekki bara tónlistar sjálfur? Jú. Hann ekki aftur með þetta? Elskar svipiðinni, jú. Ég kann svo mikið að mynda það. Já. Ég fíla Carpenter, hann flottur. Carpenter flottur, sko. Það var líka Halloween-þímið. Það var víst eitthvað sem Avans spilaði fyrir hann. Ég held að þetta var melódía frá Avans. Nei. Sem kendi honum á píano. Sem er alltaf mjög iconic. Þetta geggja samdrag. Ok, The Thing, nummer 2 hér. Förum bara að klára þetta. Nummer 2 er mér. Hellraiser. Vá, það er nummer 2? Ég dýrka Hellraiser. Já, komdu með það. Nei, ég held að við vorum bara að tala endast þessa mynd. Hún er bara æðisleg. Mér finnst hún eldast vel, hún komur óvart, mér finnst flott saga. Já. Frumleg, og mér finnst bara svo gaman, hún var allt öðru sem ég hélt. Og eins bara, ég beist bara að endur taka sem ég sagði á hann. Ég tók þátt bara í Hellraiser-umræðinu með þér hérna á hann. Og mér finnst allt í henni æðislegt. Aðaleikonan, ekkert sérstök. Nei. Ashley Lawrence held ég hún heiti. En, jú, alveg ágætt, en þegar ég horfði í dag er bara en það sem er aðal cool í þessari mynd, fyrir utan alltaf Cenobites. Aðal cool, það er maður að fara. Það er svo kannski númer 1 hjá mér. Kona sem leikur Juliu. Já. Fuck, ég man ekki. Heitir hún Claire Higgins? Já, ég held það. Aha. Já, mér minna. Mér finnst hún æðisleg í þessari mynd. Og mér finnst hún líka mjög góð í 2. Mér finnst 2 alltaf leið. Ég man ekki eftir henni. Þegar ég veit ekki hvort ég verður ekki séð framhaldsmyndunar. Ekki séð framhaldsmyndunar? Nei. Ég veit að ég sé fyrstu, ég talaði um hann en það rétt á hann. Já, Claire Higgins, þetta er hún. Já, hún æðisleg í fyrstu. Og mér finnst bara svo cool að þetta sé, eins og ég sagði hann, premissið, hann fór til helvítis, hann vildi upplefa eitthvað nýtt, finnur kubbinn, næra dekóta puzzle-dótið, sennabandurinn koma eða keðið þar, rífa hann í bara 20 miljón hluti, hann fyrir til helvítis, svo reyna hann að sleppa úr helvíti, sennabandurinn eldan. Það sem er líka töff er að sennabands ekkert beint vondukallanir. Nei, þetta bara menn að vinna vinnuna sína. Já, þeir bara sækja. Já. Þeir bara koma til að sækja gæjan, sækja Frank. Ég elska það, þetta er ekkert vondugæðanir, þetta er bara svona, þetta er eins og gamla setningin what's normal for the spider is chaos to the fly. Já, góð setning. Þetta er svoleiðis, að þeir eru bara að vinna vinnuna sína. Já, bara vinna, nákvæmlega, þeir eru bara sækjan. Þú óttar ekki að sleppa hún helvíti. Bara, hei félagi, þú ótt að vera þarna. Já. Þannig að þú getur eiginlega ekki málaðu sem vondugæðana, þetta er bara við málaðu sem vondugæðana og þetta hvernig ég lít út. Algjörlega. Málega, ég er bara að sé allar Hellraiser-myndar. Og það er alltaf misgóður, mér finnst það oftast eitthvað við það sem er skemmtilegt. Ég held ég þurfa að kíkja á 2 ef þér finnst hún allt í lagi. 2 er allt í lagi, hún heldur alveg í hennan viðbjóð. Og já, hún er allt í lagi. 1 finnst mér masterpiece, 3 er kjánalega skemmtileg, 4 fannst mér líka ágætlega skemmtileg, þó þessi geimmyndin, það er fyrst í backstoryð, það er stæðilega áhugavert. En já, Hellraiser 1, elskana og hún hækka bara við eitthvað hjá mér. Já. Bara í áliti. Þetta var eins og fyndið þegar við vorum að setja saman að lista þarna 80 horror, ég vissi við erum að fara að vera með 4 eða 5 myndir saman, við erum búin að hafa, og ég held að við höfum 5, við vorum örgulega með, ef ekki fleiri. Við erum með Evil Dead 2, Shining, eða það verður hvað er nummer 1 hér? Já. Það kom að þér. The Fly. Fly er nummer 1. Þess að vildi ég aðeins geima. Ok, þá ánum gefum með þína ræðum Fly. Við erum með Evil Dead 2, Shining, Fly, Nightmare, Hellraiser og Thing, við erum með 6. Wow! Þú varst með The Thing, hún var í... Jú, hún var í öðru seti. Ok, 6 myndir. 6 myndir, af því þetta er svona, það er bara þessar iconic 80s hryllingsmyndir og það er ekki hægt
að gera topp 10 lista af 80s myndum á þess að þessar 6 eru þarna. Nei, þá er þetta alveg, þá er spurning sko Alveg hversu mikið öðruvísi viltu vera? Já, og þetta er að reyna að vera edgy. Já, þetta er bara svona, en þetta er bara svona, hvernig raðar þú þeim? Þú veist eins og Nightmare on Elm Street var, hvað, 3. 4. setið þeirra, hún var í 9. hjá mér. Já. Og það er það sem gerir þetta svolítið skemmtilegt, bara svona hvernig við setjum þessar myndir. En eins og segja, mér finnst The Thing besta myndin á þessu lista. En mér finnst The Fly bara meira scary. Og mér finnst hún óþægilegri. Já. Og hún er bara body horror extravaganza, ég veit að The Thing er body horror, en Öðruvísamt. Já, en þú veist, þetta er eins og þetta með þarna hjartamælirinn þarna Fritzerinn sem Í The Thing. þegar mæina sopnast og svona. Svo geggja. Þetta er nasty, þetta er ógeðslega flott effekt og þeir eru svona hægt og rólega þegar skepnan er að rífa sig út úr hundinum og úr honum gnarls eða eitthvað svoleiðis. En mér finnst The Fly óþægilegur á þann hátt að þetta er bara að koma fyrir einn mann. Við erum bara hægt og rólega að sjá saklausan og skemmtilegan mann sem okkur líka við, hann er hægt og rólega að breytast í ófreskju. Og þetta er ógeðislega óþægilegt. Sérstaklega sko, ok, The Thing er bleak eins og The Fly er mjög bleak. En það sem The Thing er ambiguous, þá er... Er það nákvæmlega endar eða? Já, hún er ambiguous, en The Fly, hún er ekki ambiguous, hún er tragedía. Tragedía, algjörlega. The Thing endar á, við vitum ekki hvort að einn af þeim sé skepnan og þeir bara ákvaða að deyja saman hana, af því þeir veit ekkert hvað er að gera, sem við getum talað aðeins ef við förum aftur í The Thing, af því ég veit, hún er nummer 1 í þér, þá höldum við bara því áfram. Algjörlega. En The Fly endar á því að grey konan þarf að skjóta mannin sem hún elskar í hausinn og hún er að öskur gráta yfir því og myndin fadar to black. Þarna endar sagan. Maður bara, vá, þetta var hræðilegt. Bara, þú veist, manni líður genuinely illa þegar myndin er búin. Bara, þetta var rollercoaster of emotions. Góð punktur. Og hún er líka bara ógeðsleg. Eins og þarna þegar hann slefar hérna yfir gæjan og hendina byrjar að bráðna og þegar hann fer í sjómann og brýtur hendina á gæjanum. Gekkja. Þú veist, eins og ég sagði með nöglirna, þetta er viðbjóður. Bara hvernig hann líka morfast í, þetta er ógeðslegt maður. Líka, þetta er ekkert bara, hann er ekkert bara að breytast í einhverja, eins og í gömlu The Fly. Ekki húsflugu. Þetta er ekkert bara einhver húsfluga eins og húsflugu hausin í gömlu The Fly. Alveg, þetta er ógeðslegt. Eins og þú segir, þetta er ófreskja. Já, þetta er það sem er svo gott orð. Já. Ófreskja. Sérstaklega yfir Brundlefly. The Brundlefly. Líka, þetta er svo skemmtilegt bara á því að þetta er bara, þessi mynd gerist bara fyrir slysni. Sem er tragedían í henni, eða bara einhver fucking flug að fluga þarna inn. Já, þú meina því að hann sem vísindamaður er að gera ákveðna tilraun, hún fokkast upp út úr flugunni. Yep. Já, algjörlega. Þetta er svo góð mynd, maður. Hún er æði. Það er líka, mér er svo skemmtilegt að það eru 2 credited handritshöfundar á henni. Cronenberg er með interesting sögu af hverju hingæðin fekk writing credit. Cronenberg fær The Fly handritið í hendurnar og hann er spurður hvort hann vilja leikstýra þessari mynd. Hann les handritið og hann segir, já, ég skal taka þessa mynd á mér ef ég má endurskrifa þetta handrit frá grunni. Og vildi hann ekki nota neitt af því? Nei. Hann hélt því að Brundle er hægt og rólega yfir myndina að breytast í fluguna. Það er eina sem hann hélt, en hann sagði að það er ekki orð af dialogi sem ég hélt úr upprunalega handritinu og hvernig hún er struktúruð og allt það. En hingæðin fekk kredit, að því Cronenberg vildi gefa hingæðinu writing credit þótt að hann er basically búin að gera glæði nýtt, að því hann sagði, handritið mitt hefði aldrei verið til ef ég hefði ekki fengið hans í hendurnar. Já. Þannig að hún er með 2 credited writers, en það er ekkert af upprunalega handritinu frá hingæðinu. Basically bara myndið sem við sjáum er handrit eftir Cronenberg. Já, alveg bara 100% typed up af Cronenberg. En hann sagði, then again, ef ekki fyrir handritið sem ég fekk, þá væri mitt ekki til. Nei. Hefurðu heyrt að áður en Cronenberg fekk þetta, þá átti þetta að vera Tim Burton Michael Keaton project? What? Ég hef ekki En þeir gerðu Beetlejuice náttúrulega í staðinn. Vá, ég er hann að sjá fyrir mér. Að því hún kemur náttúrulega 86, sama ár og Pee-wee's Playhouse kemur náttúrulega 86. Hvað er Beetlejuice? Nei, hún er ekki 80. Hvernig er Beetlejuice? 88. 88. Já, ára undan Batman.
Já, en það sem sagt þegar að því Tim Burton búin að því The Fly var ekki tekin upp á einhverju löngu bilið, þótt að make-upið og allt myndi láta þið halda annað. En sagan segir víst að því Burton var náttúrulega mikill horror-fan og hann náttúrulega bara Hammer horror-fan, að þeir vildu láta hann gera The Fly remake-ið. En apparently komst það ekki í gegn, af því að hann var ennþá að klára production af Pee-wee's Playhouse eða eitthvað svo leiðis. Hvernig heldur það árið? Burton að gera það? Heldur hann væri nummer 1 hjá þér? Nei, örugglega ekki. Það Það þetta Cronenberg touch, af því Burton ekki jafn ógeðslugur, fattarðu? Nei, sammála. Og ég held að það kannski, ég held alveg að Michael Keaton hefði getað púlað þetta. Já, hetjan þín. Já, Hann púlar allt. Minn maður, sko. Já, hann alltaf alltaf besta við allt sem hann í, sko. Það svona, til mynd með Kurt Russell og Michael Keaton saman? Það besta mynd allra tíma? Ég þarf að fletta Myndi ekki bara heimurinn springa? Ég held það. Seti síðan Júl með Gregor inn á milli og þá dey ég. Raunveruleikin myndi bara eyðast. Já, bara, alveg, já, þetta mynd gíruð fyrir nákvæmlega einn aðeila. Sem heitir Óli Bjarki og býr í Íslandi. Síðan ferði hann í bíó, directed by Óli Bjarki Östjörn. Þetta útskýrir allt. Þetta útskýrir allt. Þú myndir kasta þá. Já, Ok, The Fly, nummer 1 hér. Vá, ok, ég vissi alveg þú fílar hana. Þú setur hann frá The Thing. Aðalega varðandi, sko, ekki einu svona bara skemmtarnagildið, en ég hef séð The Thing oftar. Ég elska The Thing. Það bara... Þess vegna held ég að hún er nummer 1 hér. Og hún besta myndin á listanum. En þegar við fórum þegar við stakku upp á þessari hugmynd og ég var að setja listan, The Fly var fyrsta myndin til að fara á listan og það að ég hugsaði hana fyrst lét hana ultimately vera nummer 1. Já, ég skil. Það var eins með mig og The Thing. Já, nákvæmlega. Af því það var, fyrsta var The Fly, The Thing, þessar tvær. Þannig að ef ég hefði hugsað The Thing fyrst, en þetta líka bara Cronenberg í meira uppáhaldi hjá mér en Carpenter. Það það sem svona ultimately setur þetta. Já, ég skil. Þetta svona preferensið þar, af því ég alveg mikill Cronenberg fan og Cronenberg hefur bara gert meiri af betri hlutum yfir, sérstaklega svona á seinni parturum af fellinu hans, að því Carpenter, hann rúlar bara út einhvern nokkrum iconic myndum sem lifa ennþá í dag, en síðan gera hann Vampires og Escape from LA og líka hvað hét Ghosts of Mars. Það var ekki Ice Cube í henni. Hver var einu? Var þetta ekki Ice Cube? Var ekki Eddie Murphy í henni? Nei, ekki Eddie Murphy. Var þetta ekki Ice Cube? Ghosts of Mars. Það var líka bara James Woods í Vampires með þessi sólgleru og þú veist, James Woods cool gauður, en þegar hann að reyna að vera cool, þá hann svo hallærislegur. Mér finnst hann alltaf cool. Ok. Hann reyndar í Videodrome. Ég elska eins og þú lýsir Michael Keaton og svona. James Woods svolítið þannig. Ég elska mér finnst James Woods æði. Hann var einmitt í Videodrome. Einmitt, þess vegna það drullast að sjá hana. En já, með Cronenberg, eitt stöð. Hann til dæmis, hann að fara að gera núna nýja mynd. Já. Sci-fi mynd. Og ég spenntur. Já, ég líka, sko. Ég að byrja á saman. Ef að Carpenter er tölvöld eldur hans átt. Já. Held ég. Já, hann eldri. Ég held sér tölvöld eldri. En okkur, segjum að Carpenter var að koma nýja mynd í dag. Ég ekkert spenntur. Ekki þannig. Nei. Náttúrulega þegar ég sá að Cronenberg var að fara að gefa út nýja mynd, sko, ég fekk náttúrulega holdris, sko, hvað ég var spenntur. Holdris. Ég vildi ekki nota hitt orðið, mér finnst þetta að finna hana. Þetta finna hana. Ok, Óli, eitthvað fleira? Eitthvað lokaorð þegar voru slutsu? Kannski bara smá The Thing. Ok. Fyrst að það nummer 1 hjá þér. Já. Það sem ég elska við The Thing, náttúrulega, vilt þú ekki segja eitthvað hana fyrst kannski? Ég er búin að tala svo fokki mikið hana. Bara æðislega mynd, eldist vel, spennandi, áhugaverð. Ég elska endurinn á The Thing. Mér finnst það svo góður út af skákkenningunni. Skákkenningunni? Endur alltaf Keith David og Kurt Russell. Já. Eru einu eftir. Skákkenningin? Skákkenningin, ok, í byrjun myndarinn, þegar við erum að kynast allir þessum karakterum, þá sjáum við McCready spila tölvuskák. Já. Og tölvan vinnur hann, og hann kallar tölvuna cheating bitch og drekkir henni með áfengi. Já. Sprengir tölvuna. Já. Hvað það síðasta sem McCready gerir í The Thing? Þegar hann óviss að hvort að Keith David sé The Thing eða ekki.
Hvað þess ekki að drekka? Hann réttir honum drykk, en hafði í huga, McCready búin að vera með Molotov koktela í gegnum þördaktið. Hann að rétta honum áfengi eða hann að rétta honum Molotov koktel til að gá hvort hann drekki það? Af því hann tjökla sig hann svolítið í sjálfum það. Það sér Keith David drekka úr glerflöskunum sem hann líka búin að nota sem Molotov koktela og hann sér hann bara taka swig og hann kemur svona hann tjökla við sjálfan sig. Þetta rosalega gott. Vá, ég hef aldrei pælt í þessu. Búin að sjá hann að vinna þessu. Þetta ógeðslega skemmtileg kenning af því maður veit ekki hvort þetta sé intentional eða ekki. En þetta bara eitthvað, mér finnst rosalega skrítið að hafa tölvuskákina að hana. Þetta rosalega... Já, hvernig myndin byrjar. Já. Það ekki fyrsta skot sem sjáum á McCready? Jú, ég held það, hann bara kynntur að það. Ég elska líka bara þreytuna á öllum í myndinni. Þess að þegar McCready læsir sig bara inn í herbyggju að taka eitthvað upp og hann bara vissum að það sé ekkert að vera að meika þetta. We're all really tired. Og ég bara svona, þetta the isolation. En svo líka eitt sem hjálpa líka þessar með. Þetta sem ég hef sagt með Predator. Predator 1 eldast vel. Mun betur en 2 hlutumis. En það líka því hún gerist í frumskói. Frumskói í dag alveg eins og hann var 87. Já. Þarna, þetta bara sér kallar. Eitthvað svolítið raskati, bara í snjó, einangrun. Það svolítið, þó myndi gera þessa mynd í dag, hún eitthvað mikið öðruvísi? Nei. Skilur, útlistlega. Jú, tölvun alltaf væri nýrri og eitthvað svona. Já. En bara það element eldist ekkert. Nei, alls ekki, sko. Og hún The Thing rosalega góð svona Lovecraftian saga. Bara svona ancient alien sem kemur til jarðar og þeir viti ekkert hvað að gera við þetta og svona ólýsanlegur hryllingur. Veist ekkert hver takmörkin á þessu fyrst var þetta hundur, svo geta þetta verið aðri menn og þetta hún svo ég elska líka svona elementi að þegar maður veit ekki hver The Thing. Vondur, já. Veist, eins og með blóðpröfatrið eins og ég myndist á það með gerfihundina, þetta svo sniðugt. Það líka svo gott jumpscare. Já. Að því maður alveg hættur á pæli og síðan svona hoppar þetta út. Já. Og finnst þess að ég fyndi að það einn gæi í myndinu sem heitir Mac og einn gæi sem heitir Windows. Aldrei pælt í. Það var bara eitthvað sem ég tók eftir nýlega. Mac og Windows. En já, ég hef rosalega gaman af skákkenninguna að kannski hann að í alveg að rétta honum áfengi, að því við sjáum ekki með McCready drekkur þessar flösku sjálfur. Nei, mér minnir ekki. Hann réttir honum bara flöskuna. Já. Og hann tekur bara svik og hann bara svona Svo það líka töff, ef við fyrir aðeins aftur í byrjunina, að því við fáum að sjá, var þetta ekki norskt? Jú. Já. Við vitum að það endaði illa. Já. Þannig að það er svo mikil hætta í myndinni, að við sem áhörundur, og náttúrulega þeir líka sem karakterar, það sem þeir eru að fara að díla við, að fara að vinna það? Nei. Skilur við? Held ekki. Það það sem svo skemmtilegt að því náttúrulega í endan þá sætta þeir sig bara við þetta bara. Það ekki mikið meira sem við getum gert. Nei, nákvæmlega. Og þeir líka, þú sagði að það eru þreyttir. Já. Shit, þessi 2 menn hann í alveg í lokin þreyttir. Þeir eru búnir á því. Þeir voru þreyttir fyrir myndina. Hvað þá eftir allt sem búið gangi í myndinni? Þetta æðislega mynd. Hún yndisleg. Hún var, eins og ég segi, hún hefði örugglega verið nummer 1 hefði ég ekki bara skrifað The Fly fyrst. En þetta var líka bara svona upp á svona, ég sé The Thing svo oft, ég hef talað nógu mikið The Thing og ég vildi bara gefa The Fly smá spotlight. Ég vona að ég hafi náð að bæta nógu mikið ofan á því ég var að horfa á sci-fi þáttinn ykkur Tomma í morgun. Og ég var bara svona, shit, hann stálu svo frá mér. Og ég segi, bara segja þér núna því að þátturinn ekki komin út. Í þætti 2 af sci-fi þættinum, þá kemur The Thing til tals. Já. Þá segi ég bara, ég ætla að giska núna, því að Ólaf getur að sjá þátturinn að við erum búin að taka upp. Ég ætla að giska sem báðum með The Thing. Já. Á næstu réttu. Á næstu, við vorum með hann þú varst með hann nummer 1 og ég nummer 2. Já. Sem var skemmtilegt, því eins og ég segi, það hefði auðveldlega geta verið að við vorum báðað með sömu nummer 1. Því þessar 80s hryllingsmyndir, maður setur það alltaf bara svona, þetta alltaf sömu mynda, fer bara eftir hvernig maður aðað þeim. En sérðu samt, nú erum við búin að fara yfir þessar myndir, þessar lista hjá okkur. Svo við þurftum að gera 90s, við tölum aðeins um þetta í byrjunni. Þetta bara ekkert sambarilegt. Nei. Við bara mistara verkin. Bara The Fly betur en allt sem var gert innan það. Skilur við? Náttúrulega, það sumt sem stendur upp úr það 90s, það samt bara hvað? Mouth of Madness,
Exorcist 3 og Cube, kannski. Cube er endur æðisleg. Cube er frábær. Ég elska Cube. En svo náttúrulega fer bara eftir hvað maður flokkar sem horror, eins og það eru sumir sem kalla Seven horrormynd. Já. Hún er náttúrulega með svona horror-vafanum. Ég var alltaf litið á hann sem thriller. Já, hún er það meira. En það er, hrollvekjan er í því sem við sjáum ekki. Nei, en bara ef þú berið saman þessar myndir, maður. Þú veist, jú, það er svona kannski ein og ein hann að 90s, en ekkert í líkingu 80s, maður. Er ekki Mouth of Madness bara síðasta góða Carpenter myndin? Frutam Vampires. Þú gefst ekki upp. Ég mun verja Vampires stákið til í dag. Shit, sko. Það er rosalegt. Herðu, fyrir að slúta þessu, Óli, þetta var ógeðslega gaman. Já, þetta var magnað, sko. Þetta var fyrsti, þú er búin að koma nokkuð sem í bíóblæður. Þetta er ekki rétt sem þetta er fyrsta skipti þess að þú ert að fylla eitthvað svona lista. Jú, þetta er svona að ranka einhverja myndir og eitthvað. Þetta er fyrsti listin sem ég gerir, sko. Þess vegna var ég alveg pínu stressaður, sko. Já, þú stóðstu vel. Já, takk fyrir það. Ég var mjög svona, þegar ég var að hanna hann, ég vildi hafa hann svona nógu öðruvísi fyrir minn smekk. Þetta var bara svona, að því ég var bara svona, ég vil ekki hafa The Thing vera nummer 1. Fattur þú? Já, við ætlum aðeins öðruvísi. Bara svona slightly, en þetta er bara, ég var bara svona true to my own heart með The Fly. Já. Að ég var náttúrulega líka, þú veist, að ég fekk að sína vinum mínum hana í fucking bíó og ég fekk að hitta Cronenberg og líka ég er bara meiri Cronenberg maður en ég er Carpenter. Algjörlega. Og ég meina líka bara sem mér persónulega, ef ég þetta setja eitthvað svona stall. Já. The Thing er ekkert hér og fly á botnum, skilurðu. Við erum að tala um, sérstaklega konið eftir 3 sæti. Þetta munar bara, þetta er bara personal preference. Og þetta var líka eins og ég segi, mér finnst The Thing besta myndin. Algjörlega. Það er ekkert að fara að toppa The Thing. Nei. Ef ég hef verið að setja topp 10 listan yfir sömu myndir en ég þyrst að segja eftir hvað mér finnst það góðar, listin hefur verið alltaf þrjúsi. Já, ég veit það, en það sem er gafið svona list er svona uppáhalds. Person taking og... Þess vegna var mér svo skemmtilegt að þú hafðir, að hvað ég var með Evil Dead í topp 5 hjá mér. Ég var með Evil Dead 2 í topp 5. Þess vegna var svo gaman að heyra þig nefnuna fyrst. Ég var bara svona, wow, ég er með hann í númer 5. En svo hún til dæmis, það kom alveg dagar sem ég var til að setja hann ofar. Já, stundum er það svona, eins og ég sagði, ef þú spyrir mig, komast þið betri, Evil Dead 2 eða Army of Darkness, það er bara svona, býtu, hvor horfði ég á síðast? Já, einmitt. Það er alltaf eftir svona ákveðnum gildi varandi það og líka bara ég er Sam Raimi fanboy, sko. Algjörlega. Mér langar svo að hitta hann á mann, mér langar að faðma hann. Einn daginn gerist það kannski. Já, ég vona það. Slóttum svo leið, takk fyrir að koma þér. Takk fyrir að fá mig.